Já, komið heil og sæl og verði velkomin í fyrsta þátt Chess Dark sem verður með breyttu sniði, Birkir Karl. Já, þetta svona, við erum að taka 2-2 sem skemmtilegt, við erum líka fyrsta sinni í stúdíóinu í svona mánuð líklega. Já, búin að breyta lyklaskra og allt sko. Þetta var búin að henda okkur út sko. Við erum að ferð og flugi. En núna í tilefni þessara kosningabartu höfum við ákveðið að hendi smá sirpu og þetta verður sem sagt það sem 7 þættir allt í allt. Það sem við fáum til okkar, eins og segir, 2 frambjóðendur í einu. Já. Og þetta sem sagt fyrsti alþingiskosninga þátturinn og gestirnir í kvöld eru ekki að verri Já, við ákveðum bara að byrja þetta á sleggjónum. En áður en við komum að þessum miklu höfðingjum sem eru komin í setti til okkar, þá ætla ég bara að renna yfir aðila sem gera okkur kleift að vera með umfjöllun, frjáls og óháða. Svo við þurfum ekki að trufla því þegar þetta fara að hitna á eftir. Nei, bara leyfa þeim að gasa eins og þau vilja, en bónus eru auðvitað með okkur og stiða við frjálsa fjölmiðlun og veita fyrirtækjum í landinu allt hvað varðar verðlagningu. Rétt. Og það sýnir sér svo sannlega. Það blæðir út í allt verðlag. Rétt. Og þetta ekki sjálfsagt mál. Svo það MG, hið sögufræga bílamerki. Við erum á rafmagnsbílum. Já, þetta auðvitað allt annað og einhverjir eru búin að tala um það að þetta sé verra í frostinu. Það ekki að sjá. Nei, ég get alveg viðurkennt að þeir aðeins fljótar á batteríinu, en það að því að ég alltaf líka bara að hita hann í svona 3 tíma áður fyrir hann. Luxus Karl. Svo það David John Stöldnar, Sweet Peach Party. Það ég veit ekki hvað ég á að byrja þar. Nei, bara David Jones, langt bestir. Já, leynitrix í svefnbrygginu. Þetta stútfullar af næringarefnum, eins og það eru líka góðar. Og svo það Budvar, það sjá tékkneski, það tékkneska gullið, ekki... Vissið þú að Budvar, það ekki einkaríkið? Tékkneska gullið, ekki ameríska sullið og svo það frumeri fyrir mikilvægasta fólkið, allir að drífa sér skoða þangað. Það einfaldlega besta þjónustan, það bara mitt mat, en ég hef heyrt þetta víðar. Já, klart. Flesti tala svona eins og frumeri sé bara séu flottastir sko, en talandi hluti sem skara fram úr, þá erum við konum með 2 góðvinni Chess Dark í kvöld. Annars vegar Sigríði Andersen fyrir dómsmálaráðherra og leiðir miðflokkinn í Reykjavík. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hvort kjördæmi fékkstu? Ég var að googla. Reykjavík norður. Já, ég býð þar, en það svo sem ekkert skilyrði, en ég tek Reykjavík norður. Já. Og Guðlaug Þórðarsson, núverandi umhverfisráðherra og leiðir sjálfstæðisflokkinn í Reykjavík norður. Velkomin. Takk. Já. Mikið gott að fá okkur, ef við byrjum bara á því. Hvernig liggur á okkur? Vel, bara ágætlega, já. Þetta langi dagar núna? Já, þetta eru það svona, ég var samt búin að, ég sagði fyrir viku sem að svona eins og mánuður síðan, þá sagði ég við svona mitt fólk, menn verða aðeins að sko róa sig því menn voru æstir að byrja og vikan þar á undan hún fór allir svona myndatökur og svoleiðis og menn héldu að væri engin kosningabarátta byrjuð en Guðlaug er örugglega sammála með því að það fer ótrúlega langur tími í eitthvað svoleiðis, þannig að það var heil vika og svo byrjaði síðasta næsta vika og ég sagði í síðustu viku sko, menn verða aðeins að reyna að hafa stíganda í þessu sko, en menn voru æstir að einhvern veginn að bara tefla öllu fram með einhvern veginn þannig og svona en þetta á að vera svona stígandi í svona kosningabaráttu, þetta ekkert stutt kosningabaráttu því þið voru að segja það. Þetta í sjálfu sér, ég meina kosningabaráttur hérna í Íslandi eru kannski svona 3 vikur, mánuður, mestalagi. Það sem að gera þetta kannski skrítið fyrir eða svona hefur stytt þetta að það voru ekki prófkjöri á flokkunum, þannig að þeir flokkar sem hafa verið með svoleiðis, frambjóðendur sem að koma úr svoleiðis, þeir eru kannski að eyða 2 mánuðum, 3 mánuðum, að því prófkjöruna þess fyrr og þannig að þá svona meiri aðdragandi á kosningabaráttunni, en baráttan sjálf svo sem alveg, þetta áalveg vera nægu tími fyrir alla til að tefla öllu fram og fólk að kynna sér og svona. Já, Gulli, við vorum aðeins að ræða þetta fyrir þátt og eins og tökum undir að Sigríður að segja að þetta ekki, að því að menn töluðum þið svo snörp kosningabarátta, þetta bara frekar löng kosningabarátta? Nei, hún náttúrulega ekki löng, þú getur alveg talað sér niður á hún sé ekki að það sé búið að breytast vegna þess að hraðin svo mikið, þannig að það sem að manni, þegar maður leita á þetta og ég meina núna eru 2 vikur, manni finnst að vera stutt og manni finnst aldrei vera nóg margir klukkutímar í sólarhringnum sko, það alveg þannig, en það ekki þannig jafnvel þó að vera lengra, þá myndi maður vera þar líka. Það verður áhugavert að heyra svona hvað fólki finnst sko, hvort að þarna, að því að maður svona tilfinningunni og það finnst mér nú jákvætt að
ég man nú kostingum bara þegar það var svo erfitt að fá fjölmiðla til að fjallu þær voru færri fjölmiðlar og eins og RÚV tók þetta mjög alvarlega bara eitthvað með eitt þátt og eitthvað bla þú veist þarna það sem mér finnst nú skemmtilegt núna mér finnst bara áhugi vera og bara fólk vill bæði tala stjórnmál og svona og svo náttúrulega alveg nýtt eins og podcast eins og ykkar það bara orðið svo stór þáttur í þessu öllu saman sko. Það hérna og svo bara áhugavert að því að maður sko hvar fólk það segir bara við manni að þetta svona maður, stemmer ekki, jú, ég í einhverju podcast daginn það líklega ekki rétt það potið ekki Chester Dark þetta eitthvað annað podcast 100%. En svona eins og við Gulli erum að fara í RÚV á 50 daginu það ekki, þá var Reykjavík Norður svona oddvita kappræður í Reykjavík Norður og sko mér finnst ég hef náð að horfa hálfan slíkan þátt sko á hinum kjördamann þetta eiginlega orðið, mér finnst þetta orðið algjörst aukatrið sko. Hérna í gamla dag voru menn frambjóðendur kannski svolítið stressaðir og svona kappræður, formanna og þetta kappræður á RÚV. Þetta bara orðið aukatrið. Það bara svo margt annað sem held ég að ná miklu betur til fólks. Þessi podcast og hérna og þessi miðlar og svona. Þannig að fólk bara einhvern veginn það sem að menn ná að ræða málin aðeins dýpra sko heldur en hérna hvað finnst þér heilbrigðiskerfið? 30 sekúndur. Já, en það var góð spurning. Fráleitar og ég var nú að koma af einu slíkum fundi hérna hjá BSRB og ASI á pallborðið þar sem voru 10 frambjóðendur mættir og það var fyrirhugað að leggja 3 spurningar fyrir hvern og einn frambjóðenda það náðist að leggja 2 og ég meina og þetta samt var fundurinn í 2 klukkutíma og svo komu eitthvað svona 5 eða 6 eitthvað svona bara hraðaspurningar já eða nei sem auðvitað voru alls ekki þannig að upplægi spurningarnar, auðvitað enga spurningar en fáar eitthvað já og nei, menn stjórnmál ekki já eða nei sko, það bara þannig að þetta einhvern veginn missir svolítið marks held ég sko, þannig að ég held að podcastin séu svona ef ég væri bara á kantinum, bara kjósandi þá myndi ég leita í þessu podcast Já, klárt, ég held líka það sem hlaðvörpin hlaðvörpin, rétt, ég held líka það sem hlaðvörpin gera að fáið yngra fólk til að fylgjast með, held ég ég held að þau séu ekki að horfa RÚV sko eitthvað minnaði því ekki snúið að mæla hlustun á hlaðvörp? Það alveg snúið það það. Já, ég held við höfum mörgulega aldrei sagt rétt hvaða tölur við erum með aldrei sagt sama heldur en það eru sem betur fyrir fullt af fólki að hlusta og maður finnur það alveg sem viðmælandi maður fær mikil viðbrögð á þú veist, fólk keira og fólk alltaf með svona þess aðtönd ég var að keira frá Akureyri til Reykjavíkur og náðu þá að hlusta á 2 tíma podcast en hérna já, maður þarf að fá sér fleiri hunda sko til þess að ná þessu öllum það alveg nóg að vera meitt sko bara mánir alveg nóg sko ég næ ekki öllum þessum hlaðvarpum Nei, klart Það eru fréttir dagsins fjárlögin, þau voru að klárast í dag Já Til hamingju með það Takk fyrir Var þetta bara sátt í þinginu og ég sá allir voru knúsast og kissast þarna, var þetta bara góðu dagur? Já, ég meina það er náttúrulega bara þetta var mikil vinna fyrir suma Já Við flokkum var nú ekkert að þeirra sjá þessu en þetta gríðarlega sko það sem gerist náttúrulega það að það engin meirihluti og þannig að fólk þarf að leggja mjög mikið á sig til þess að og það sem er nú gott að vera einingamenn ætla ekki að fara að breyta miklu heldur bara að reyna að klára þetta hljómar einfalt, það ekki einfalt og svo bökkum menn út úr ákveðnum hlutur sem búið undirbúin lengi og það er náttúrulega bara einfallega það þurfti meiri umræðu og þurfti svona að fara betur yfir það en mér finnst sko að það megi nú alveg þakka því fólki sem að gerði þetta, það er náttúrulega úr ýmsum flokkum, ég náttúrulega við söknum náttúrulega mikið að Dilja og Miss sem var náttúrulega mjög mikið að sinna þessu og Njáll Trausti og fleiri gott fólk sem voru hjá okkur sem voru alveg á flegi ferð og allir aðrir náttúrulega mættu og lögðu eitthvað til málana en þetta ekkert sjálfgefið og þetta ekki einfalt og ég átti nú að tala niður stjórnmálum allt sér ómögulegt að mér finnst bara þetta vel gert að klára þetta með þessum hætti. Já, klart, samanlega. Ekki að klára en svo kannski efnislega, þú sagðir óskar honum til hamingju, ég veit ekki hvað hamingja getur mögulega falist í þessu, þetta þarf að klára eitthvað þetta en mér fannst það vont að sjá að menn ákvaða að hækka kolefnisgjaldið. Já, fyrir þótt að þið séu á rafmagnsbílum hérna og geti flott ræflað ykkur hérna með upphitun 3 klukkutíma upphitun á bílnum að þá bara sko hinn venjulegi maður, þorri fólks ekki á rafmagnsbíl
og hann að fá 2-földun kolefnisgjaldi, það 20.000 skattahækkun á mánuði. Já. Við tökum þetta eftir. Nei, ég verði þetta svo yfirgengilegt sko, þú veist þarna, miðflokkurinn mætti aldrei sko, þannig að þið vildu gera eitthvað meira heldur en það sem gerðist að þetta var lækkað helming. Þeir greiddu atkvæði gegn þessu? Heyrðu, þeir mætti ekkert, þeir mætti ekki í þarna vinnuna. Þeir greiddu atkvæði gegn þessu? Þeir mætti ekki vinnuna. Hvað áttu við? Sigurður Andersen. Ég náttúrulega á þinginu, en þeir greiddu atkvæði gegn þessu. Ég skal bara segja það þá, af því að þú veist nákvæmlega sjálf. Þeir greiddu atkvæði gegn þessar skattahækkun. Þú veist nákvæmlega hvernig þetta gengur fyrir sig. Þú þekkir nefndafinn Alþingis, ég útskýri þeir byrja ekki ábyrgð á fjárlögunum. Nei, þeir bara mætt, hver byrja ábyrgð þá? Þeir byrja ekki ábyrgð á fjárlögunum sem þeir eru að leggja fram. Heyrðu. Þeir hafa lýst því að þeir styddu ekki og vildu ekki þessar skattahækkun. Eins og bara gerðu almennt að þeir mæti ekki vinnuna og sinna ekki störfunum sín. Þetta svo lélegt, eitthvað 2 þingmenn. Þeir það vita allir sem hafa fylgst með þingstörfum hérna í 3 ár, þar á meðal ég sem hef ekki verið á þingi, en hef einmitt fylgst með þeim. Það bara aðdánavert hvað þeir hafa staðið vaktina, 2, auðvitað náðu þeir ekki mann allar nefndir, en þeir hafa náð að standa vaktina bara eins og stór bara þingflokkur, látið mikið á sig bera í umræðunni, haft skoðanir, tekið afstöð til þess sem skiptir mestu máli, auðvitað ekki að menn ekki tekið afstöð til allra mála. En þetta mál, sem var það kílómetragjaldi sem átti að koma á áramótin, var hætt við, sem var kynnt uppálega ætti að vera neutral aðgerð að setja kílómetragjaldið. Hún endar þannig að það 2-földun kolefnisgjaldinu. Og þetta stór skattahækkun. Nei, þetta var nú vísu varða þannig út tala um það sem var kynnt fyrir og það sem var lagt fyrir að það átti kolefnisgjaldið að vera 2-föld hærra. En við skulum bara tala um hlutina eins og eru, Sigurður Andersen. Og það engin að fara fram á það að þeir manni allar nefndir. Það engin haldið því fram. En ef að mennum mikið í mun að ná einhverju fram, og ég þarf ekki útskýra fyrir þér, manneskja með þingreiðslu, að það mæta menn og berjast fyrir því. Já, það bara borin von, þetta var ákveðið. Þannig voru ákveðinir að hækka kolefnisgjaldið. Það bara þannig. Það tekist á þessar hluti í nefndum eins og alltaf og það var engin miðflokkur að taka þátt í þar. Nei, klart. Nei, mér líst vel á þetta. Við byrjum bara, við búin að hitta upp núna. En engar áhyggjur, miðflokkurinn mun afnema þessa hækkun kolefnisgjaldið. Ok. Það var þá alveg nýtt að miðflokkurinn undir forystu Sigmundur Davíðs að berast fyrir skattalækkunum. Og það veist það Sigurður Andersen mjög vel vegna þess að við vorum saman í ríkisstjórn þegar það var, og stundum þann ríkisstjórnar meirihluta þegar Framsóknarflokkurinn undir forystu Sigmundur Davíðs var. Og aldrei nokkuð tíman þurftum við að ágjöra því að sú forysta væri eitthvað að bera sérstaklega fyrir skattalækkunum. En það þetta miðflokkur, það stendur mjög skýrt í lögum flokksins, hann miðflokkur, ef við förum og skoðum málin sem við búum að leggja fram að það voru aukin ríkisútgjöld. Nei, hættur. Nú, það ekki? Ef við að skoða það? Já, skoðum það. Já, ef við fara yfir landbúnaðarpakkann? Já, skoðum það. Já, ég lesa upp fyrir því það. Nei, ég meina það bara, það alls konar í þessu. Það alls konar í þessu. Já, ég lesa upp fyrir því það. Já, en það alls konar í þessu. Ég ekki mál, ég með það hjá mér. Það alls konar í þessu. Miðflokkurinn hefur lagst gegn sköttum í loftslagsmálum. Já, það? Já. Í þessu nú tala um aukningu og framlög til loftslagsmála. Stuðningu við landbúnað verður stór aukin. Fjárframlög til greina verður aukin og stefndur rekstrakostnað og betri lánskjörum. Og við erum að tala um að það reyna stóðum undir rekstur bænda, alveg eins og annara fyrirtækja í landinu. Já, ok, nú fann að verja ríkisútgjöldin og við erum að tala um Nei, reyna stóðum, meðal annars með skattalækkunum. Veittir verður styrkir til rannsókna á framleiðslu og innlendu eldsneyti fyrir landbúnatæki, þetta loftslagsmál, aukin framlög til loftslagsmála. Síðan fram til loðdýrarækt að vera tryggð til dæmis með útflutningsábyrgð, fóðurstyrkjum og sérstöku framkvæmdalánum. Þetta nú mikil sparnaður. Mikil, já. Var þetta lagafrumvarp? Þetta lagafrumvarp? Þetta þingsáttatillaga frá þarna miðflokknum sem flytja hver einasta ári. Og loðdýrarækt hefur nú fengið nokkurn veginn að vera frí fyrir þarna ríkistyrkjum. Neinir það á að fara í það. Og svo meiri loftslagsmálin, og skjólberarækt eru stór svo að nýta með tækjunum sem er stóru og svo til styggja frossar. Það sendist líka út á land, þannig að það ágætt að hafa eitthvað fyrir landsbyðina. En já, Pandora-bóksið og allt það sem að Gullur er búin að opna hérna. Sigurður, ég mætti bara spyrja þig, þurftur að velta svo lengi fyrir þér? Nei, sjálfur sér ekki þegar að
hugmyndin sko var eiginlega komin upp sko, þá þurfti ég ekki að velta þessu lengi fyrir mér. Miðflokkurinn vill auðvitað stækka, hann vill vera breiðari kirkja og hann vildi fá mín sjónarmið inn í miðflokkinn. Það ekki þannig að þetta sé einstefna sko, að ég sé að koma inn í miðflokkinn til þess að berjast fyrir öllum þeim málum sem að miðflokkurinn hefur hingað til verið að berjast, en auðvitað hefur miðflokkurinn ákveðna stefnu, en hann hefur líka hann hefur í sumum málum enga stefnu, en hann hefur áhuga á að taka upp stefnu í ýmsum málum sem hann hefur svo sem ekkert verið að menn mæðast í mörg og það þarf auðvitað að forgangsaða líka í þessu á hvaða áherslu menn hafa, sérstaklega því þingflokkurinn telur bara 2 þingmenn, en nú horfum við til þess að stækka þingflokkinn til muna. Það eftirspurn til þessum sjónarmiðum sem ég hef alltaf talað fyrir og hefur nú komið í þennan þátt þess að tala fyrir og ég auðvitað ekki að kvika frá mínum skoðunum eða sjónarmiðum í þeim efnum, ekki frekar en ég gerði svo sem í Sjálfstæðisflokknum sem að hefur líka sterkar skoðanir á landbúnaðarmálum og hefur barist fyrir styrkjum, miklu styrkjum og uppbyggingu í landbúnaði. Þannig að ég held að ég var nú til dæmis við samþykkt búvörusamningarna 2016, þá var ég eini þingmaður sem greiddi atkvæði gegn þeim. Það enda rétt hjá þér. Ég var ánægður með það. Það var engin í Sjálfstæðisflokknum sem að gerði það. Þannig að hittir hann að mála að því ég var á fundum daginn hjá Bandalagi íslenskra listamanna. Þar kom einmitt þessi spurningu upp sko, það settur einhver 1 milljarður í styrki til listamanna, 100 milljarðar að fara í nýsköpunarfyrirtæki og þar stóð upp ung kona, ég held nefnið eitthvað í skólanum og benti mig á þennan mun og var bara að velta fyrir sig hvort að þetta væri eðlilegu munur sko að gera á listum og nýsköpunarfyrirtækjum og ég tek alveg undir hennar sjónarmið sem að voru þau auðvitað eru listir hluti af nýsköpun og allt styður þetta hvert annað og það sama að segja þegar menn hafa þá skoðun að vilja hafa íslenska landbúnaðarframleiðslu eða vilja hafa íslenska matvælaframleiðslu. Sumir hafa það ekki. Ég meina Viðreisn hefur til dæmis bara þá skoðun að hér eigi ekki að vera nein innlend matvælaframleiðsla. Viðreisn hefur viljað, ég ætla ekki að fara að útskýra þá stefnu, við væntanlega fá okkur gest, en þeir leggja til dæmis áherslu á að styrkirnir séu meira fyrir jarðræktarlönd en ekki fyrir matarframleiðslu. Ég er ósammála því. Og miðflokkurinn og ég held bara með þess að Sjálfstæðisflokkurinn líka. Þannig að þetta svona ýmis sjónarmið í þessu, þannig að mönnum hættir auðvitað svolítið til að einblína á einhvern einn málaflokk eins og vera mjög heitir gegn listamönnum eða mjög heitir gegn bændum, en finnast allt í lagi að eyða 100 milljörðum í alls konar hugmyndir í nýsköpunarverkefni. Af því að þau séu svo æðislega, því að það kemur kannski 0,1%, 0,5% af öllum verkefnum sem að verða einhver frábær fyrirtæki sko. Ég bara, menn verða að passa sig á að falla ekki þessa greifu. Ég hef svo sem reynt að vera þá og reynt að segja, bara verum að móti þessu öllu, sko. Þannig, ef maður vilja vera á móti, sko, og þá er ég nú ekki, ég er að tala, þegar ég segja að vera á móti, þá er nú bara til þess að einfalda þessu umræðan, auðvitað er maður ekki á móti, heldur að vera krítískur á hvernig farið er með fé, og það er ekki, og bara halda því á lofti, að það er ekkert sjálfgefið að skattfé sé dælt í nýsköpunarfyrirtæki, ekki frekar en í bændur, ekki frekar en í listamenn og þar fram til göttunum. En umræðan er oft mjög pólariserandi í þessu og mönnum finnst í Sjálfstæðisflokknum var gaman að veifa einhverju landbúnar plaggi frá miðflokknum sko framan í mig, en ég bara segi spauill og benda á að auðvitað Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn, þeir eru ekki langt frá hvor öðrum í þessum efnum. Þótt að ég skeri mig úr sko, en það er bara það sem að það er sá baggi sem ég þarf að bera. Ég veist nú að verða mjög hrætt mikill miðflokksmanneskja því að þú ert búin að, ég var að fylgjast með hvort þú ert með á móti nýsköpunarstyrkjum, með á móti þarna listamannalaunum. Ég er bara með því að það sé skynsemi í þessu. Ákvörðum á, skynsemi. Og ég er að benda á og ég er að benda á að það er ekki sjálfgefið að peninga fari neitt af þessu. Það er ekki sjálfgefið. Af því ég verð að mæta á fundi það sem menn bara standa nánast á orginu gagnvart öllum frambjóðendum og ætlið þið að tryggja 100 milljónir í þetta, þú veist, hver er afstæð ykkar flokks í að setja 100 milljónir, það er lífsnauðsynlegt að menn hljóta sjá að 100 milljónir, hver króna í því skila sér ferfalt tilbaka. Þetta er bara mantra sem allir segja. Hver króna sem maður setur í eitthvað, hún skila sér ferfalt tilbaka. Ég bara, takið þið úrið mitt og takið allt bara, ég fæ þetta ferfalt tilbaka. Já, gjörðu svo vel, Guðlaugur. Nei, gjörðu svo vel.
Nei, ég hafði svo klári nú að ég var svona, engu nær hvort að Sigga sé fylgjandi styrkjum til landbúnaðar eða ekki, ég engu nær hvort að hún sé fylgjandi styrkjum til nýsköpun eða ekki og svona veltaði fyrir mig hvort að listamannalaunin eiga að vera á nýsköpunarstyrkjum líka og varandi matvælaöryggi að þá veki nú athygli á því að allavega síðast ég vissi þá engin að borða ref og mink en það má þó vera kannski einhver nýbreytni í matvælunum en miðflokkurinn náttúrulega bara miðflokkur og það þarna auðvitað þannig ekki til að ég að fara að tala illum skoðanir Sigri Andersens og voru því að við vorum nú alla jafna mjög oft sammála, ég ætla ekki að halda því fram í alla áratugir sem unni saman að við höfum aldrei tekist á nokkuð skapaðan hlut en þarna lífskoðun hennar okkar hefur bara farið alveg ágætlega saman en ég þekkjandi mína góðu vinkunu þá held ég að þetta verði nú pínu snúið þegar þú ert komið með að því hún nefndi réttilega breiðu kirkjuna þetta engin smá breyt og með fullri vinningu fyrir Sjálfstæðisflokkurinn sem alltaf eru breiður og vondi verður það alltaf að þá engin þar síðast ég vissi að berjast fyrir því að þessi ríkiseikin ábyrgð verksmiðja Ójæja Nei, það nú ekki það hann að því hann gekk nú alla þing með Sjálfstæðisflokksins og reynda að fá það og fekk nú engan þar inn Má ég svara þessu? Og við getum svo sem haldið áfram að ef við skoðum samsetninguna Ef við ekki bara lappa út Nei, ég ætla bara að segja það þetta með ábyrgð, þetta er helsta sem að félagamennir í Sjálfstæðisflokknum hafa á mig og svona eru að flagga hjá og til að Þorsteinn Sæmundsson í Framsóknarflokknum þegar hann var í Framsóknarflokknum hann á svona einhverjum framsóknarmönnum lögðu fram tillögu að skoða yrði kostið þess að búa að reisa einhverja ábyrgðarverksmiðju ríkis það var hérna í gamla dag þegar náttúrulega sungir en gamla dag var ábyrgðarverksmiðja ríkisins bara eins og var þú veist alls konar ríkisins í gamla dag en hann sem sagt nefndi það og þeir skoða þetta eldgömul tillaga og hann ekki komið já og hvað gerist og ég meina þetta hefur ekki verið í umræðinu hjá miðflokknum en hins vegar vitið hvernig ábyrgður búin til? Það þarf að búið til vetni út af það gengur því við höfum mikla raforku það þarf raforku til þess að búa til ábyrgð að það þarf að rafgreina vatn til þess að búið til vetni hvaða nútíma ábyrgðarverksmiðja hins vegar Sjálfstæðisflokkurinn með á heilanum það er eldsneyti og það eru hérna styrkir veittir í alls konar hugmyndir að búa til rafeldsneytisverksmiðjur á Íslandi sem nákvæmlega á sama með og ábyrgðarverksmiðja. Það fer fram rafgreining á vatni sem rafgreining og þarf þetta mikla orku. Þannig að þú veist, og ég segi, ég ætla ekki að, heyrðu, hvort tvekja eru bara ágætis hugmyndir og svona bla bla, fyrir utan það að ég er ekki hlynnt í að menn noti orku, rafmagn í að búa til orku minna eldsneyti, en þetta er á sama meiði að nota íslenska orku til að búa til eitthvað í stað þess að flytja það inn en ég tel hins vegar að þetta sé hlutverk markaðarins og enga fyrirtækja að taka ákvörðun hvort það er hagkvæmt en ekki að ríkið eða skattgreiðendur taki þátt í að styrkja einhverja skoðun á þessu eða hvað þá uppbyggingu eða rekstur á slíkum verksmiðjum. Guðlaugur? Já, nei, það er að halda en klína þessu Sjálfstæðisflokkinn alltaf algjörlega fráleitt. Það er hins vegar í þinginu tillaga að búa til eða semst að stofna félag ríkisrekstur varðandi rafeldsneyti og það er frá þingmönnum Framsóknarflokksins. En svo sannarlega ekki frá engi Sjálfstæðismaður inn á því en það auðvitað eðlumál samkvæmt mjög áhættusamur rekstur. En síðan er það nú bara þannig að flest og það er nú markmið að flest á Íslandi nú keyrt áfram á íslenskri endurnýjanlegri orku og það er markmiðið. En hins vegar er líka í þessari þingsályktunartillögu sem að er ekki vinsælt að ég lesi hér upp en þeir flytja hver einasta ári. Jú, þú ert búin að lesa hana. Það er nú ekki vinsælt, ég greini það ekki hérna. Jú. Ok, þá viltu ég lesna það. Ég hef húmor fyrir öll. Það er húmor, þú ert í þessum flokki. Ég hefði nú mikið langlundar gergakvart ykkur í Sjálfstæðisflokknum, þannig að... Já, þetta eitt nú að fara á eskun í eldin. En það var sleppt í okkur. En þá er þetta, og þetta er flutt á hver einast ári. Þá nú einmitt talað íslenskt eldsneyti líka, sem er náttúrulega rafelsneyti og það er að styrkja það. En það sem betur eru nú aðilar sem er tilbúin til þess að fara í slíkan áhættur rekstur en þá vantar orku til þess að svo megi verða. Já, klart. Já, við erum ennþá bara í fréttunum með dökjunni. Já.
Sko, eitt í þessu, það þetta ópila mál með Þór Snæ og nú búið að draga inn samferðamenn hans einhvern veginn sem bara í hinnum allskynstörfum. Sko, hvað standið þið eiga menna, hann var náttúrulega 25 ára, fullstálpaður maður. Já, gamall og þú bara, basically. Já. 27 heyrði ég. 27 jafnvel. Ásættanlegt að þingmaður tali svona, eða frambjóðandi og það afsakalegt af því þetta svo langt síðan? Sigurður? Þú veist, erfið. Afsakalegt að einhver hafi verið með bleiu sko í barnaskóla. Nei, ég meina, mér finnst sko þessi umræða áhugaverð. Og reynda staðfesti svolítið það sem að mér hefur alltaf fundist þegar að einhver ríður fram og setur sig á þennan móralska háhest sem kallað og svona vandar fyrir öðrum og Þórður hefur auðvitað verið bara slíkur gegnum tíðina. Var það áður en að nokkur vissi af þessu sko. Ég mér rekur ekki minni til þessara hvorki bloggsíðu eða hvað, bara vissi ekki hver hann var þessu tíma og svo var hann náttúrulega blaðamaður líka sko. En ég veit ekki, ég ætla ekki að segja til það sem ég finnst bara áhugavert að hans eigin flokksmenn sko bara fórnunum og slaufunum með þessum hætti og mér finnst það ekki smart mér finnst þetta ekki vera sko ég meina hvar endar þetta ég bara hef ekki trú á því að þetta sé leið sem að menn almennt vilji fara og það vantar ekki auðvitað stíga núna fram einhverju nýjir svona á móralskum háhesti sem að hneykslast mjög á þessu og ég sá einhvern var vídeo af Brynjari þar sem að kom út úr Sjálfstæðisflokknum því að þið séð þetta TikTok og reif niður Vogue-bréfið og ég reyndar skildi það ekki ég held að hann væri ég held að þetta vídeo hefði verið gert sko þegar hann hætti sem varaþingmaður sko, hann væri bara búin að fá leið á Vogue-inu í Sjálfstæðisflokknum bara að koma hann út úr Valhöll og hendi því og ég sem akkur að dreifa svona gömlu vídeói nei þá var þetta nýtt vídeo ég skil ekki þetta voru þetta skilabóð til Sjálfstæðisflokks sem hætti að vera Vogue en svo sé ég til dæmis í þessu máli að þá lágu heimdallingar ekki á liði sín einhverja stúlkur þar sem að ákveða að taka þennan text og fara að gera eitthvað úr honum og lesa hann upp svona eins og var gert eitthvað tíman með var ekki klaustursmálið í Borgarleikhúsinu eða hrunið, lesa upp eitthvað skýst úr hruninu ég meina allt svona eldist illa og menn eiga að fara varlega í að kasta svona steinum nefnum sér alveg vissum að vera syndlausir sem að ég ekki vissum að nokkur sé og þannig að mér finnst þetta vera þetta aðalega samt svona líka magnað með sko að vinstrimennir sjálfur í samfylkingunni þeir bara hiki ekki við að einhvern veginn að hendunum fyrir vagnin sko. Nú þetta ekki þannig, aðtöfum líka það, þú veist að hann ekki á listanum þarna, eða var ekki á listanum og hann ennþá á listanum, fer ekki á listanum. Sko sem eftir niðurstöðu prófkjörs eða eitthvað svoleiðis, ég meina hann var formaðurinn Kristrún, hann dvaldi hann á listan. Og hún virðist ekki þola mikið, hún búin að slaufa 2 frambjóndum á listanum sem hún sjálf handvaldi á lista með sér meiri sér. Þannig að mér finnst þetta einhvern veginn þetta gefur mér svona óþæginda tilfinningu gagnvart Kristrún hversu stabíl er hún í framtíðinni mun hún standa með sínu samstarfsfólki til dæmis ef í það fer þegar þetta er einhvern veginn svona Já, ég skilum hvernig Sigurður tókst að þvæla Sjálfstæðisflokknum og heimdallingum Ég sagði að því mér var svolítið misboðið að sjá þennan upplestur Já, það er hlýtur að jafna þig á því Já, en grjóthörð Má ég einhvern að klára þetta Jú, ég bara verð að svara þetta Já, sjálfsög verður að svara mig Ég þarf náttúrulega ekki að svara þér með að þú ræðist á Sjálfstæðisflokkin þá þarf ég bara að sitja og hlusta þarna Já, mér finnst hún svolítið langt selst að ráðast á Brynjar og heimdall fyrir þetta. Ég held að, sko, ég held að margir hafi hugsað að vegna þess að viðkomandi einstaklingur hefur verið svo dómharður sjálfur og vinstrimenn hafa verið svo svakalega dómharðir aðrir á alls konar hluti og ég skildi það nú því að þeir voru ekki með neinar
voru ekki að benda á eitt en eitt þarna heimdelding heldur, lásu bara upp úr þessu eins og nákvæmlega eins og var gert áður og en það var engin annar af þessum aðilum sem að fóru og lásu áður sem að þeir lágu að gera það í þessu tilfelli og mér fannst það nú svona til að svona þess að sína fram á það samhengi en sko síðan verður bara hver flokkur fyrir sig að ákveða hvernig þeir höndla þessa hluti ég hef metið að þannig að það þarf ekki að hjálpa almenningi það er ekki að segja það bara getur hver og einn metið þetta sjálfur en ég held hins vegar að það sé ekki góð þróun og svo maður tækir nú aðeins undir með Sigríði að þarna sko ég held að sé ekki góð þróun þessi ofsalega dómharka og sama hvað maður vilja kalla það sko að það er búið ganga allt og langt þetta er þannig að menn get ekki eðlilega ekki gert hvað sem er sagt hvað sem er en menn hafa gengið bara þá langt að þetta er svona sko hamla fólki frá því að taka stjórnmálum og nú er ekki að tala um þetta dæmi ég er bara að tala svona almennt og mjög minnistætti er að fyrirverandi utanríkisráðherrar Þýskalands ég var einhvern tíðan að ræða hann og hann var að segja frá því þá voru þýsku sósíaldemókratar hann var í þeim flokki voru komnir mjög langt niður og hann var að segja það er síðan skoðanakönnunum og fylgi og hann var að segja sko hann hefði verið að koma á fundi með slökkviliðsmönnum sem alltaf stutt flokkinans og hann sagði okkur takk ekki þáttleikur okkur stig okkur ekki þá sagði þeir sko veistu það þetta var þannig að við mættum á fundi hjá krötunum og við fengum okkur bjór og pilsu og við vorum að rífast pólitík svo bara allt í einu kom bara einhver háskólamennta fólk sem var að segja okkur á þessum fundum hvað við mættum segja og hvernig við mættum að segja og svo við bara nennum þess ekki og eitt er að nennir sig en síðan kemur þetta líka út í svona bara reiði og fólk fær bara einhvern veginn nóg af þessu og mér finnst það nú kannski vera sko stóra máli og ég ætla ekkert að taka neina afstöðu til þessa máls til eða frá það bara getur hver og einn metið það og samfélkingin verður náttúrulega bara að haga sínum málum eins og við vilja en sko það er ekki gott þegar að fólk getur ekki þarna sko tekið þátt í stjórnmálumræðu án þess að bara sko með ekki einhvern veginn þurfa að vera að tala eftir einhverju línu ég vil ekki segja mállísku en skilur bara mér finnst þetta dæmi svona lýsandi og þá bara ekkit við Þýskaland þá við bara eins og margt annað og talandi Brynjar Níelsson mér finnst að Brynjar Níelsson hafi lýst þessu ágætlega hvað gerðist í Bandaríkjunum þar var bara fólk orðið frekar þreytt að við vera að kalla heimst og rasistar og hvað það var eða var með einhver aðra skoðanir heldur en þeir sem að stýrðu og voru með dagskrárvaldi í fjölmiðlum. Klart. Gulli, mig langar að spyrja þig sko fréttatengt þetta stórfyrirlega mál með Jón Gunnarsson og þetta þau bellibröð sem að var beitt þar og strákin hans í hvalveiðimálinu það leit nú ekkert sérlega vel út fyrir að Jón gerast kaupin svona á eirinni hjá Sjálfstæðisflokknum. Nei, ég held að þetta snýst í rauninni sko ég skal alveg ekki það sem mér finnst vera og mér finnst vera einhvern veginn algjörlega sko nú er það bara þannig að það vita allir hver Jón Gunnarsson er og það vita allir hver Bjarni Beinsson er og fólk bara þekkir alveg fyrir hvað þeir standa og allir vita þetta með Jón Gunnarsson hann er mjög mikil fylgismaður þarna hvalveiða þetta snýst ekkit það afgreiðslega þessu máli einhvern veginn það verður bara að fara sína leið þannig eru lögin í þessu landi en það sem mér finnst vera ótrúlegt í þessu máli og fengi litla athygli ef við snúmum þess bara við ef við hugsum þetta út með einhverja þjónustu sem örugglega ekki ódýr ég hef ekki kanna verðlækninguna Þú ekki verslað með hana? Nei, ég hef ekki gert það en hugsa ykkur það, hvað þarf til þess að þeir fari með fullri vinningu fyrir viðkomandi þingmanni að þeir fari upp til Íslands og þetta byrjar í september löngu áður þetta hvaladæmi byrjar sko og löngu áður hann fyrir inn í ráðuneyti og ríkisstjórnin springur sko þeir eru ekki þetta er ekki sjálfboðastarf Nei. Það er einhver sem greiði fyrir þetta og af hverju og er þetta eitthvað sem koma skal er þetta eitthvað bara sem menn segja bursi frá efni sko þessu blessuðum hvalveiðum og stjórnmálum en slíku er þetta eitthvað sem bara fullkomlega eðlilegt að bara
einhver erlend, ég veit ekki hvað þjónustan heitir sko, en mér til efs að hún sjódýr það alveg augljóst að það þjóta að vera mjög fjársterkir aðeins þarna bakvið er þetta eitthvað sem við erum að sjá að verði? Já. Og er enginn að spyrja spurningabítu hver að borga fyrir þetta og af hverju? Því augljóslega með við tímalínuna það áða ekki við þetta mál sem menn að tengja þetta við. Nei, Sigríður, hvað er Sko, kom þetta flatt upp á því efni málsins? Mig? Já, sko, ég hef ekki ennþá almennilega kannski við mistað ykkur fréttum, ég hef ekki ennþá almennilega náð sko þræðinum í þessu. Það var talað að væri þarna eitthvað ísraelskt fyrirtæki. Ég er bara svo forvitin, þið kannski vitið það. Sko, hvernig? Já, en þetta fyrirtæki sem heitir eitthvað Black eitthvað. Já, Black Cube. Black Cube. En hvernig vita menn að það er með þetta? Kom það ekki fram mjög fljótt í ferlinu? Ég held að það sé ekki deilt það. Nei, en ég er samt svo forvitin að vita samt að því minnst að skipta máli, hvernig kemur það upp á yfirborðið? Að þeir séu með þetta. Ég veit það ekki, en þetta er það sem auðvitað anstíkilegast í þessu bara og á bara við, sko, það geta allir sett sig í þessi spor, að bara vera að tala við eitthvað sem að taka þig upp í hljóð og mynd. Það er bara auðvitað anstíkilegt. Fyrir þetta núna? Já, ég meni maður fekk kristall hérna að drekka og svona en ég sé náttúrulega og þetta er allt sjálfviljugt hérna en þetta auðvitað og þannig maður sem er bara ekki neinni opinberi stöðu og er bara að strita í sveita síns andlit svo bara heldur að sé bara okkur vinnufundi þetta er auðvitað orðið það mun örugglega leiða til þess að menn taka jafnvel upp önnur vinnubröð sko. Stjórnmálamenn, forstjóra fyrirtækja, alveg örugglega hafa margir forstjóra sumra fyrirtækja, ég veit ekki með í Íslandi en alveg örugglega erlendis, gera ráðstafanir gagnvart þessu. Ég man nú bara þegar að Sigmundur, það var nú Sigmundur Davíð sem tók það upp að menn myndu skilja símana sína eftir fyrir utan ríkisstjórnarherbergið. Þegar hann var forsætisráðherra þá setti hann þá reglu og var útmálað sem paranoid og crazy person en sem sagt að þann tíma sem ég var í ríkisstjórn og það er ennþá, menn bara skilja símana sín eftir og þá hefur menn áhyggjur á svona hlerunar bara möguleikum og þetta er orðið lengra núna og ég meina erlendis er menn bara skannaðir sko, fyrir svona tækjum eða áður en ganga fund hjá einhverjum ráðherrum eða forsetum eða eitthvað svoleiðis. Þetta er auðvitað ömurlegt sko. Þannig að þetta er þarna var alveg klárlega brotið á syni Jóns alveg klárlega, þetta er refsivert og bara það máli væntanlega einhverju skoðun en mann finnst það eins og Gulli segir sko eitthvað furðulegt og maður trúir því ekki að þetta hafi verið agenda því það veit allir hver Jón Gunnarsson er og hann bara lifir fyrir það að fá að veiða hvali sko eða það verið tekið upp hann lifir fyrir það ég vonandi eitthvað aðeins meira nei, bara það og ég meina, og ég held að allur sjálfstæðisflokkurinn er alveg samstæð það að taka upp hvalveiðar leyfa, ekki taka þær upp, bara leyfa þær lögum samkvæmt eins og það hafa verið og afgreita og þessi hvalveið umsókn nýrreyndar, það er nú komið nýtt það eru fleiri, þær verða alveg afgreitar þótt að verði ekki núna, það verður þá bara í desember eða janúar, ég meina það menn þurfa ekki að velkast í vafa um það. Nei. Það er að segja ef að borgaralegir flokkar eru við völd, sko, eða ná stjórn þannig að þetta er allt bara mjög skrítið og kallar þetta bara á einhverja rannsóknir en svo tala menn í þessu samhengi að það þarf að efla netöryggi og varnir Íslands og þjóðaröryggisráð nánast kalla saman út af þessu og ég veit ekki hvað en það er eins og með þetta eins og þetta sýnir sig sko, það er auðvitað, skiptir ekki máli að þú væri með 5 milljón manna hér sko að ef að, menn tala óvarlega þá stoppar enginn hér það sko, ef að hernærun er kannski orðin svona, hann er bara að veiða upplýsingar upp á fólki sko og þannig að þetta er bara brýning til okkar allra bara, að vera ekki að tala fjálglega einhverja hluti og svona en mér fannst ekkert sem að hann sagði vera neitt einhvern veginn þannig að ætti að koma mönnum óvart og mér fannst það heldur ekkert eins og hann væri eitthvað að fara fram úr sér sko, þessi maður sko, sonur Jóns þannig að þetta er bara svona þetta kannski var þetta svona kannski lán í óláni þar að segja að þetta yrði þó svona til þess að menn vöknuðu upp það var ekki verra það var ekki verra, skilurðu
í þessu. Já, ég held samt hvað, ég má kannski aðeins koma inn í þetta að þarna, sko, eitt er að við, skilur, sem erum að bjóða okkur fram, þegar við erum kosin í embætti og svona, en svona, þú veist, með fullri virðingu, sko, þarna, og ég mér alveg saman hvað börnin eru gömul, sko, býtu, það orðið þannig að þau þurfa einhvern veginn að vera hérna bara á vaktinni að það sé vera að sitja fyrir þeim og aftur að það sem að, ég veit ekki hvenær það verður svona, kemur í ljós að þetta var út af einhver öðru en hvalveiðum, sko. Og mér finnst, ég verð að viðurkenna, mér finnst ekki óvælt að spyrja hver stendur á bakvið þetta. Nei. Og ég ætla ekkert að segja hver það ég veit það ekki. Nei. En eins og það finnst mér að ég held að það sé ekki óvarlegt að segja að þetta hefur kostað þessi aðgerð að fara í þetta hefur kostað mikla peninga. Ég held að maður sé ekkit að taka stórt upp í sig eða og ég er ekki að benda á neitt en mér finnst þetta að vera ég meina, hugsa þetta bara, ef þetta eru aðferðin, sko. Því að nú þannig eitt það að við sem að bjóðum okkur fram og erum í opinberum embættum og hérna, svona opinberar persónur, ég held að það sé nú þannig og það er ekki nýtt að við þurfum að reyna að passa okkur, sko. En á það bara við alla fjölskylduna, að hún bara, erum við komin á þann stað á Íslandi, þá held ég að mikið af því sem er ekki mælanlega lífsgæði að þau eru þá farin og ég held að þetta sé ekki verða ekki til þess að fólk hugsi ég ætla nú endilega að fara í stjórnmál. Já, spennandi. Að við sem verða börni minni svona svolítið þarna. En ég get alveg sagt ykkur það líka að hérna, að því það var, fréttirnar voru alltaf sonur Jóns Gunnarsson og sonur, sko ég veit nú bara börn sem standa minnari, sem voru bara, að fyrsta sem sló þau bara býtu, er ég næst? Þá ég að tala sko 10-15 ára börn, bara sem heyrðu þessu umræðu og maður þurfti alveg að læra, nei, hann er nú 40 ára þessi maður, sko, sonurinn, sko, en minna börnu stjórnmálamanna brá við að lesa þetta. Að því svo er alltaf verið að vera að spurja krakkana mann sem, hvað segir nú mamma einu þetta og hvað segir pappi einu er það ekki, og þannig að hérna, maður vil heldur ekki að það kannski börn sér orðin svo vör sig, sko, að þau bara halda að séu njósnarar í hverju horni, þannig að þetta er ömuleg þróun, sko. Já, svo alltaf líka ertu með það, ég meina þú vilt heldur ekki einhvern veginn, ég er hjartanlega sammálaða líka, fólk er bara allavega hana og ég meina þú veist, ég get fullir það þegar að sessnundum var bad, sko, hún hefur verið alveg hafa ekkert leið á skoðunum en ef hún hefur verið ef fóreldrarnir sem voru svo sannlega starfandi í stjórnmálum hefur verið í embættum átti þá bara að Sigurður Andersen einhvern veginn að þurfa að fara að passa sig og segja, það er bara, þetta er ekki gott það er ekki gott við þetta, sko. Nei, klart. Sko, ef við lítum í þessi skoðanakannar maður er að sjá við letum gera könnum fyrir okkur eins og öll hlað í þeirri könnun stálum er enda frá Gallup Sjálfstæðisflokkurinn að mælast með 12%. Gulli, kemur þetta fylgir á óvart? Ég veit ekki hvað skal segja, það við náttúrulega erum búin að horfa á þetta náttúrulega í nokkuð tíma og eru þetta mikið áhyggjefni en er þetta ósanngjarnt með að við framistu ríkisstjórnarinnar að þínu mati? Sko, lífið er bara eins og sko. Já. Það þýðir ekkert að það sem þetta snýr náttúrulega bara að því að það verður mjög slæm staða ef þetta verður niðurstaðan. Ég get alveg lofa eitthvað því. Já, bara í þjóðfélaginu. Já, ég get alveg lofa eitthvað því að þeir til dæmis sem að eru ósátti við okkur og ætla ekki að styðja okkur með þessar kannanir. Þeir munu alveg gera þær kröfuð í stjórnarnarstöðu við reynum að halda aftur að vinstri stjórn, sko. Sem við auðvitað munum leggja okkur allt fram en það er miklu betra að það séu fleiri heldur en færri og nú er ekkert að spá því við veitum einhvern kostingan að fara auðvitað getur sagt sem er rétt að við erum náttúrulega algjörlega breytt landslag og við erum til dæmis með mjög góðan forseta og hún mældist í 2%. Ég skal alveg viðurkenna það að ég hef hugsað hérna og heyrðu þetta er ekki að fara að virka, sko. Nei. En hún sem betur við gafst ekki upp og gerði það bara mjög vel. Þannig að við erum auðvitað að sjá mikla breytingar á mjög skömmum tíma. Þannig að en breytir engu að þetta eru þó svo eina skoðanakönnun sem skiptir máli og það eru mismunandi slíkt er kjördagur og allt það en þetta hleypur í okkur krafti að gera allt hvað við getum til að koma okkar málstað á framfæri því að það verður ekki gott ef þetta verður niðurstaðan, sko. Nei. Sér 15,5% mælist Miðflokkurinn með.
Ég ætla eiginlega ekki að tjá mig þessar skoðanakannanir. Nei, þú ert ekki hrifin af þeim? Nei, jú. Það eru alveg, það er gaman að þeim, en þegar maður í framboði, þá svo veist, bara gott að reyna að láta þær ekki trufla sig, sko. Hvorki, of góðar, eða góðar kannanir, eða slæmar. Maður verða bara að halda sínu striki, vera trúr sínu kosningabaráttu og svona, og ekki láta þetta, mikið trufla sig. Væru ánægð með þetta fylgi? Já, ég væri alveg ánægð með það. Og ég held að Miðflokkurinn gæti svo sannlega verið það. Þetta auðvitað, þú veist, en auðvitað stefnum við bara á jafnvel betra, ég meina, og ég finn það svo sem alveg að það alveg stemming fyrir Miðflokknum. Það stemming meðal svona hægri manna og það líka stemming hjá ungu fólki og svona kannski fólki sem hefur líka verið eitthvað rótlaust. Ég sýnist nú samt að aðalstemmingi vera bara í Evrópunni í dag, Samfylking og Viðreisn. Já, svo er það auðvitað hættan. Já, að eru kjósendur bara svona vittlausir eða ætla að kjósa þess að tók loka? Nei, ég held bara að kjósendur fatt ekki að Samfylkingin hafi Evrópumálin á dagskrá, af því að Kristrún auðvitað bara tók strategíska skynsamlega ákvörðun leiðu hún tók við sem fólst í því að segja bara við ætlum að setja þessi mál til hliðar, en málið auðvitað ekkert sett til hliðar og Viðreisn auðvitað bara með það á sinni stefnumskrá að halda áfram aldaviðræðum. Var ég ekki bara að sjá okkur texta það bara núna bara fyrir nokkrum dögum, sko, þar sem það dúkkaði upp bara eitthvað svona skýr afstæða. Það var skilyrði bara fyrir næsta ríkisstjórn? Já, nákvæmlega, þú veist, það nú alveg þannig að það vatn á millu Samfylkingarinnar og þannig að það væri auðvitað ekki gott fyrir landið, sko, og efnahagsmálin ef það ætti að fara að eyða orku í þessa hluti á næstu missurum. Já. Og með landi allt undirlagt í þessu, þannig að en svo má auðvitað fagna því kannski líka, maður kannski ekki segja fagna, sko, að því allt þetta ágætis fólk sem í stjórnmálum og gefa kost á sér og svona, allt ágætis fólki sjálfu sér, en það náttúrulega tíðindi ef að vinstri menn myndu falla af þingi, vinstri grænir. Ég var nú að fundi með Svandísi þarna áðan og sem BSRB fundi þarna. Já. Og hennar málflutningur var þannig gagnvart til dæmis engareikin heilbrigðisþjónustu, það sem hún bara upplýsi við sig mjög frjáls og maður hugsa býtu hvernig gat Sjálfstæðisflokkurinn verið svona lengi ríkisstjórn með þessari mannesku og þessu flokki, sko. Já, sem bara hefur alveg, þannig að þetta svona var viðbúið. Ég sagði þetta nokkrum dögum fyrir kosningar, eins og ég er búin að margsegja nokkrum dögum fyrir síðustu kosningar. Ég tók ekkert þátt í þeirri kosningabaráttu, kom ekki nálægt henni og var bara erlendis með þess að vel fyrir kosningar og á kjördag. En ég sagði þetta að í einhvern viðtalsþætti að áframhaldandi ríkisstjórnarsamstarf þessara flokka bara hefði feigðina í för með sér. Það bara blasti við. Hefur átt að hlusta á hana, Gulli? Eða hefur þið átt að hlusta á hana? Ég hefði alveg mínar áhyggjur á þeim tíma, en hins vegar var það þannig að við fengum meirihluta eftir þetta. Það var þannig, ef við förum í sögulega skýringar sem auðvitað skiptast faktist engum máli, það var þannig að það fyrst skipt sem ég upplifaði að fólk gekk á mann, sko, í búðum, sko, eftir kostingan þar á undan og sagði ok, við vitum hvernig Vinstri græn eru, þetta algjört rugl, við nennum ekki lengur, bara þá var nýbúið að springa hérna Björt framtíð eða svört fortíð eða hvað var, skilja á og hérna, allt í góðu, þú veist þarna og bara þið verði bara að gera þetta til að koma einhverju stöðuleika. Svo bara þannig að þið tala upp úr kjörkossunum að þá menn, og ég heyri nú í einhverju podcast eða eitthvað kosningabandalega, það var ekki þannig, en þarna þá ertu komið meirihluta og það hefði, svo maður sjálfur sanngjarn, ef við höfum gert sem kannski var rétt, en við höfum aldrei komað staði. Það allavega orðið í stórum málum en sagt, nei, heyrðum á, þarna getur vel verið að við fengið meirihluta. Þetta kosningum en við ætlum bara að þarna það eru önnur viðfangsefni sem sjáum fyrir að verði. Já. En á móti kemur að það margt, sko. Bættuðu ekki við ykkur? Er ég að bulla núna? Nei, við gerum það nú ekki. Láta liggja með hluta að það var samt sem á, sko, það þessi ríkisstjórn þarna hefur gert margt alveg prýðilega og það auðvitað ekkert staðreyndin svo til dæmis eins og í orkumálu sem ég þekki mjög vel að við erum búið að gera miklu meira á 3 árum heldur en í áratugum þar á undan
og þannig að við vorum áður í samstarfi með öðrum flokkum þar sem gerðist ekki neitt, þar sem þeir voru með lykil ráðuneytin og það gerðist bara nákvæmlega ekki neitt og við höfum gert mjög lítið í raforkumálum í 15 ár og hitaveitumálum í 20 ár. Já. En þannig að, og í útlendingamálunum að þá erum við náttúrulega það er loksins komið í gegn, eitthvað sem við náttúrulega vorum búin að berjast mjög lengi fyrir. En þetta allt saman og ég held að fólki sé bara alveg nákvæmlega sama einhverja svona skýringar. Bara pæli deinum í dag? Nei, þú veist, að því þú spurðir eru kjósendur og heimskir, ég lít aldrei þannig að þeir, ég meina kjósendur eru bara við, stundum eru við kjósendur og stundum eru við frambóði og en stundum það sem áður þannig og það alltaf þannig með Evrópumálin. Það fyrsta skoðanakönnun sem ég man eftir Evrópumálin var þessi. 80% þjóðanna vildi fara í ESB, næsta spurning þetta veistu hvað ESB er og 90% vissi það ekki. Og nú kynna einhver segja að Ísland hvað vittlisverna, nei, þetta bara svona, það er alls konar svona skoðanakönnun til og þið vitið að sjálf þið eru bara að klára þetta svona bara ákveðin svona, þú bara svara það sem er bara í góður íslensku topp og ég hetta á hverjum tíma og þegar umræðan og það er alveg rétt, þetta taktíks og Kristrúnu bara slátt út á borðinu, umræðan hefur ekkert verið til staðar en þú finnur að þessi flokkar þeir brenna fyrir þetta. En Viðreisn ekki heldur mikið að tala þetta? Jú, þeir eru nefnilega að byrja, en þú finnur þeir gengja á þá að þá þetta, ég bara Viðreisn að stofna til að gangi í ESB og samfylkingin var alltaf þarna. Það er bara einn kostu við að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það var bara svo svipin á þeim í Brussel þegar við kæmum Þeir voru bara eini kostur við ESB. Já, að ganga í, þú veist, það er alls ekki hagsmuni okkar að ganga í Evrópusambandið, alls ekki. Og þeir eruðu svo hissa vegna þess að þú tala við þetta ágæta fólk. Ég var náttúrulega í 5 ár sem utanríkisráðherra. Og þar hitti ég get nefnt ég ætla ekki að nefna hann vegna, en þarna satt frá til dæmis einu sem var bara mjög góð vinur minn sem var náttúrulega í flokki sem ESB-flokkur og harður ESB sín, hann sagði bara ekki fara hann inn, bara ekki gera það. Þetta er algjört mess. Þannig að þið eru bara í langbæstri stöðu svona með því að hafa aðgang að markaðnum og það er orkan sem fer í þetta og vandamálin og það var bara miklu minna heldur en núna og ég get alveg haft og hef áhyggjur af því að við vegna þess að í grunninn er bara þannig að þú ert í stjórnmálum út af ákveðnum ástæðum. Ég er í stjórnmálum út af ákveðnum ástæðum og að því ég hefur að tala einkarekna heilbrigðisþjónustu því ég stofnaði eða lagði fram frumvarpið og sem að klára sem sjúkratryggingar í Ísland sem það sem að norræni freyrimynd þar sem að út að kostnaðagreina og reynda að þá voru þeir í flokki með Svandísi Svavarsdóttir þau kallaði Ögmundur Jónsson kallaði nýja SS og hann var ekki að tala Sláturfélag Suðurlands og Framsóknarflokkurinn, miðflokkurinn þeim tíma gati ekki greitt atkvæði með þessu því ég var heilbrigðisráðherra, ég var svo mikill fyrir einkareksturinn og svo þola menn ekki að horfa á staðreyndirnar að stór hluti og mjög stór hluti okkar heilbrigðisþjónustu hefur ávallt verið einkarekin eins og hjúkrunarheimilin, meðferðarstofnanirnar, sérfræðilækningarnir, tannlækningarnar, allt þetta. En ég detta aðeins inn í heilbrigðismáluna því að það var bara minnst á þeim. En aðalatriði málsins þetta, stundum gerist það, ég meina, það er enginn að segja núna, er ekki bara best að kjósa Framsókn. Það er fárið því. Þeir lættu fóru svolítið undir radarinn og einhvern veginn svona... Vantaði bara slagorðið, Já, og svo kom það og mér finnst svona mér finnst við, kannski ég aldrei vann með þetta Framsóknarkosningum, aldrei, ég ætla ekki að fara að afskrifa þá enga veginn, en mér finnst svona Viðreisn vera svolítið svona að, þú veist, í öllum þessu slagsmálum er svona svolítið að verða eins og Framsókn þá. Ég vona verði ekki vegna þess, höfum það alveg á hreinu, þá verður vinstri stjórn og við munum fara að sækja með aðild að Evrópusambandinu. Þannig hvert atkvæði með Viðreisn það er vinstristjórn? Já. Sammála þig, Sigurður? Já. Ok. Sko, við erum sammála. Já. Skál fyrir því. Hvað tíma Já, Veisla. Þetta er auðvitað, ég veit ekki hvort að þið hafið þá tilfinningunni viljið spá það hvort að einhver flokkur nái yfir 20%. Fylgi, þetta er svolítið búið að vera teiknast þannig upp að bara flokkarnir verði bara bilinu 5 sem er á þingja 5-20%. Já, og svo erum við alltaf með 10% örgulega bara dauð atkvæðis. En það lítur að vera jákvæmt samt að ég fæði að byrja þig Gulli að
af því að þið sjálfstæðismenn eru búin að tenglast mikið og hvað þetta er erfitt nýja stjórnmálaumhverfi með 8 flokka á þingi með þessa skoðana kann vera að fækka þeim líklega niður í 6, er það ekki bara fínt eða? Jú, þú veist, en þetta er auðvitað misvísandi skoðanir. Ég segja sko nenni bara ekki að væla yfir eitthvað svona skilur. Þetta er bara aðstæðunar sem eru að margir flokkar á þingi, hvað þýðir það? Já. Fleira, ef þú ætlar að ná niðurstöðu fleiri málamennir og semja við fleiri þetta er ekkert flókið. Nei. Og vil ég hafa færri flokka en fleiri? Já. Það er bara, held ég sé betra í Ísland? Já, ég held það. Já, klart. Og ég held að sé betra að menn takist á innan flokka hluti heldur en að í hvers skipti sem eitthvað kemur upp að þá fari menn bara að stofna nýja flokka eða fari í aðra flokka. Ég er bara einlega trúi því. Já. Og Það var langar mig kannski að spyrja það, þegar ég var með hennar setni hættin, vil bara spyrja það, þú veist, finnst þér ekki erfitt sem grjóthari sjálfstæðismaður að sjá glæsilega frambjóðandi þess að Sigríður Andersen við hliðina, komin í annan flokk, sjá eina frambærilegu stjórnmálakonu landsins, Þorgerði Katrínu í Viðreisn, við erum að sjá fleiri, af hverju það að missa allt þetta góða fólk úr flokknum? Jú, mér finnst það. Það er bara, eins og ég bara alveg einlega með það. Fannst mér góða fréttir þegar Sigríður Andersen fór í þennan miðflokk, nei. Bara alveg einlega og mér og kannski ekkert sáttu við það ákvörðun að því að mér finnst þarna og eftir nefni Þorgerðu Katrínu sem er sömulegis manneskja sem ég átti bara príðilt samstarf við og þetta er manneskja sem búið þekki áratugi eru alltaf sammála? Nei, við erum það ekkert en Sjálfstæðisflokkurinn var stofnað vegna þess að akkurat í svona aðstæður sögum við bara aðeins öðruvísi sögum bara heyrðu þetta er algjört rugl við erum saman í flokki og það er ekki skrifa út að við verðum aldrei alveg sammála við erum alltaf alveg sko vinir en það er bara við erum að skemmta skrattanum með því að vera í mörgum flokkum og það á að sama við núna við breytum því ekki á 1,5 viku ólíklegt en þarna ég ætla ekki að koma hér og segja heyrðu mér er bara alveg sama því að ef einhver fyrir einhver annan flokk og eitthvað fólk sem maður búið að vinna með lengi ég bara ætla ekki að gera það því að það er ekki þannig Hefði ekki komið til greina Sigríður bara þarna bara Sjálfstæðisflokkurinn eða sagt bara okkur finnst leiðilegt hvernig við fórum með í mannréttinda eftir mannréttindadómstólinn sinns og bara segja bara kottu bara lista eða Sigríður aftur ég elska þig. Já það var bara engin nettspurn eftir mínu sjónarmiðum í Sjálfstæðisflokknum og hefur ekki verið á þessu kjörtímabili þannig að það er ekkert það að ræða þannig að þetta er nokkið sanngjarnt. Ég elska Sjálfstæðisflokkin sko en ekki meira en þjóðina eða mín prinsip það er bara þannig og mér finnst mikið til þess vinnandi að fjölga þessum röddum á þinginu á Alþingi sem að hafa uppi þessu sjónarmið sem að ég hef haft uppi og úr því að var eftirspurn eftir því á miðflokknum en ekki Sjálfstæðisflokknum þá verður maður auðvitað bara akt á því Klart. Já, ég meina samt sem að sko gallin er þessi að þarna og ég er nú ekki sammálað þegar ekki verið eftirspurn eftir þér Sigga minn í Sjálfstæðisflokknum látum það líka með hluta en sko og reyndar er það þannig að kaldaninn þessi að þegar að það var ráðist á með vantrauststillögu að þá er þetta fólk sem að þú ert með í flokki núna formaðurinn? Já og allir hinnir nema eitt sem satt hjá og þeim vönduðin ekki kveðjarnar sko við, og mér er að komanir Vinstri grænir stóðu með þér sko og þannig að mér og ef þú kýst þessa góðu vinkonum minn hver er líklega okkur þetta? Það er Jakob Fríman Magnússon. Nú er mér hlýtt í Jakob Fríman, sko. En hann á bara ekkert sameiginlegt með okkur. Það vil hækka listamannulegn? Já, það er miklu meiri það. Nei, það er ekki bara Karl Marx. Nei, ef að tala útlendingamálin. Já. Hvað hann var í þeim málum, sko. Það er hann var sko eins langt frá, ef ég og Sigríður sammála sem við erum, útlendingum að hann eins langt frá okkur sem getur orðið. Hann er alveg sammála mér í. Miðflokkurinn er meiri breiðfylking en allir aðrir flokkar. Hann er það ekki. Hann er það ekki, Sigga. Hann er það ekki. Ég ætla ekki að svara fyrir Jakob Fríman, en ég veit bara hann er frumlegur og hann er með sitt krát og við vitum öll hvaðan hann kemur og hvert hann er að fara. Já, hann í umræðum daginn listamannalaun, ég meina þá benti hann nú bara réttilega á að listamannalaunin voru hækkuð í sumar sko með atkvæði sjálfstæðismanna og menn ekki bara með atkvæði þeirra heldur börðu þeir sér á brjóst eftir þá atkvæðagreiðslu og við atkvæðagreiðsluna listamannalaunin voru hækkuð og flokkunum fjölgað heyrðu og það var ekki einu sinni þannig að listamannalaunin var að hækkuð sko fyrir þetta ár nei það var verið að hækka listamannalaunin allt fram til síðasta árs á næsta kjörtímabili og það var verið að hækka pening sem ekki er til
bara svo því sé haldið til haga og þetta samþykktu allir þingmenn eða þingmenn allra flokka nema Miðflokksins en Jakob Frímann alltaf einu vildi hann koma í Miðflokkin, gott og vel og mér finnst þótt að við okkur geti greint á Jakob hversu langt að ganga í alls konar svona stuðningi við skapandi greinar alveg eins og mig greinir á marga hversu langt að ganga í stuðningi við nýsköpunarfyrirtæki eða landbúnað eða hvað veit ég að þá bara mönnum hollt að hafa líka með sér í liði sko frumlegt fólk sem fær alls konar hugmyndir, sumar algjörar dellu hugmyndir sem að manni sjálfum að því tækifæri til að fá hugmyndir sem manni sjálfum myndi ekki koma til hugar að því að maður er svo ferkantaður og reynir að vera svo proper að þannig að mér finnst bara Jakob Frímann er alveg asset í svona baráttu og menn vilja breikka kirkjuna og svona þannig ég hef engar áhyggjur af að Jakob Frímann sé eitthvað skjön þannig laga, það er ákveðin stefna í Miðflokknum og hún verður síðan mótuð aftur núna fljótlega eftir áramót á nýjum landsfundi og þar fram til göttunum en það þýðir ekki að segja svona vegna innan Sjálfstæðisflokksins við höfum líka haft fólk sem er alveg á pari við Jakob Frímann þar sko í listamannalaunum og skapandi já, það er þið hefði aldrei verið á landsfundi Sjálfstæðisflokksins Nei, ég hef aldrei gerst það segður þá ætti þið að prófa það þar fer þessi umræða fram að miklu móð og stundum mjög heiftúðlegur ágreiningur sem fer fram einmitt svona mál ég man þegar við Guðlaugur vorum að byrja í þessu 15-16 ára að þá voru ályktanir að leggja niður RÚV það var byrjað þá sko og þá steig fram fólk sem að bara þú veist í Sjálfstæðisflokknum já, meðal annars Óli Björn vinnur okkar og strítum endalaust þessu það mætti nú bara hversu fásinna þetta væri hvílík hugmynd það væri að koma með svona nú er þetta orðið auðvitað þannig að það ég hitt ekki gamalt fólk sko ég hitt ekki eldri borgara sem ekki segja við mig þetta RÚV má alveg missa sín minnst ástu leggir hann í rástöðu mingið þetta eitthvað, þetta er algjört þú veist má alveg missa sín, það er enginn sem að ætlar að standa vörðum 7 milljarða á ári til RÚV ekki nema Bjarni og Guðlaug Þór ég man að þeir voru spurður á síðasta landsfundi af heimdellingi og þeir sögðu báðir það þarf að vera öflugur ríkisfjölmiðl það leiði næstu yfir mig það leiði yfir mig Öðru sem ráði brá Hvað finnst þér RÚV? Hvað eigum við að gera við RÚV? Hvað eigum við að gera við RÚV? Við skoðum ekkert breysta það þau að skilja hlutverk RÚV og ég satt frá fyrsta degi og var mjög mikið skammaði fyrst en minna núna en þetta í fyrst skipt sem ég heyri sko Jakob Frímann nummer 2 á lista hjá Sigríði sko og ég hef aldrei heyrt einhvern mæla með einhverjum að lista með það er fínt af einhvern sem fær dellu hugmyndir ég heyri það líka ég hef aldrei heyrt áður en ég sagði fólk sem eins og sem getur líka gert á hverju má ég aldrei klára á hverju grípur alltaf fram í fyrir en sko Jakob Frímann er fínn maður þetta er alveg topp eintak góð tónlistarmaður bara mikla mannkosti hann er ekki sammála okkur í pólitík sko það er bara mjög langur við og frá þannig annarkvort þetta kjósa í Reykjavík norður þetta kjósa vinstri mann sem að segir að flokkur fólksins sé eins og Miðflokkurinn og hann var á öllum málum öllum bannmálunum, öllum ríkisútgjöldamálunum alveg eins og Karl Gauti og Ólafur Ísleifsson frambjóðandi Miðflokksins sem voru líka kostin fyrir flokk flokksins sko. Og eða þú ert að kjósa Dilja og Mist og Brynjar Níelsson þannig er það sko og það er ekkert hægt að tala sig einhvern veginn út úr því þetta er bara starrið þetta bara liggur fyrir og það verður ekki gott ef að Sigríður gengur gríðarlega vel í kosningunum og hún er bara komið einn vinstri manni í viðbót og þú getur ekki borið saman það sem betur fyrir og Guð gefið það að það verði alltaf að það verði bara eins fjölbreyttur hópur eins og mögulegt og þá er að tala með bakgrunn og annað slíkt og að mér finnst nú svona svolítið langt gengið að gera svona gríðarlega mikið úr brittin en sem það er frábært á landsfundi og það er svo sannarlega sjónarmið og uppi en það eru ekki alla jafna neinir vinstrimenn í Sjálfstæðisflokksins sem þú sérð í Miðflokknum en það Miðflokkurinn er Miðflokkur hann er Miðflokkur sko í annarri grein laga í Miðflokk segir bara við erum með mjög sterkar rætur á miðju íslenska stjórnmála og ég meina þú getur ekki ætlast til þess að þessi hægri flokkur ef við ætlum að setjast niður og stofna hægri flokk hvað nafn kemur með Miðflokk? Nei, við ætlum að vera hægri flokk við kallum hann ekki Miðflokk þannig að þetta er góð hundur
það bara staðreind og þetta liggur alveg fyrir og þetta fyrir voðalega illa í vinkonum minna því ég les upp úr málinu þeirra sem að bara eitt af mörgum minna Sigmundur Davíð vill ekki sko áfengi hann vill halda ÁTVR sko og þarna bara sko þú veist það ekkert upp á endir en ég ekkert að sko gagnrýna Sigmundur Davíð ég bara benda á að hann eðlilega miðjumaður þess að stofnaði miðflokkin hann var formaður Framsóknarflokksins við vorum aldrei í vandræði með Sigmundur Davíð þegar hann var ómikið langt í hægri nei ég búin að hægraða í öllum mínu ráðundum, alltaf. Þeir voru ekkert að drepa mig þegar ég var í hagræðingahópi þarna ríkisstjórnarinnar og ég unni eftir því sem að við skrifum þar. Vandi maður ekki sá að framstafmennir á þeim tíma sem er stærstu hluta Miðflokks núna, að þeir væru svo æstir í það að framfylgja þeim tillögum, sko. Nei. Það var ekki þannig. Það var ekki þannig að við verðum svo æstir og ég og Sigga var bara búin að slaka á framstofmennunum þeir vilja ganga svo langt í skattaleggunum. Það var ekki þannig. Nei. Og það verður ekki þannig og bara frambjóðendahópurinn eins og hann sko. Jú. Sko, já, ég goldi varhug við að menn noti eða menn sko bindi sig við þetta hægri vinstri terminológíu af því fyrir löngu finnst mér hún vera fókin út í veður og vind. Miklu nær var að tala borgaralega flokka ég tók mér eftir því á TikTok ég ekki á TikTok en ég fekk sent sko, talandu RÚV fréttastofa RÚV telur sig þess umkomin að skilgreina stjórnmálaflokka fyrir úlingunum á TikTok og þar núna gengur eitthvað, þú veist, hvað Sjálfstæðisflokkurinn, hvað Viðreisn og hvað Miðflokkurinn og lýsingin á Miðflokknum auðvitað dregin upp öll neikvæðasta og allt eitthvað þvæla en eitt af því sem kemur hérna Miðflokkurinn nú sá flokkur sem telja má lengst til hægri í íslensku stjórnmálum. Þetta segir fréttastofa RÚV. Og ekki lígur hún. Ekki lígur hún. Nei, en þetta auðvitað þvæla sko. Menna auðvitað hérna já, þetta fullkomið þvæla. Já, en þetta RÚV. Já, ég meina þú veist, þetta er borgaralegur flokkur. Og þetta auðvitað sett sko þetta auðvitað sett fram í neikvæðum tilgangi auðvitað RÚV með agenda að segja það, þú veist, flokkurinn lengst til hægri ég meina þú veist, þannig að það auðvitað ekki hægt að segja flokkurinn sem lengst til hægri og það sama, ég veit ekki, auðvitað maður segja með Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað sko íhaldsflokkur, ég meina það ein lýsing líka, en íhaldsflokkur Þeir það nú líka? Já, Miðflokkurinn mætti segja að það væri líka íhaldsflokkur en umfram allt og það sem skiptir kannski mestu máli að þetta borgaralegu flokkur ólíkt stjórnlyndisflokkunum hinnum. Frjálslyndum? Já, frjálslyndum, það má segja svo það önnur terminología sem að Við frjálslynd með jafnlaunavottunum sína sko. Hvað frjálslynd sko, bara eins og í þessu ensku liberal það þýðir ekki að sama í Bandaríkjunum og Bretlandi sko. Þú veist, þannig að menn þurfa að fara svolítið varlega með þetta, þannig að best auðvitað bara að spyrja bara hver stefna í þessum málum og hverjir að reka málstæðin áfram þannig að jú, auðvitað eru menn í frambóði sem að eru kannski ekki alveg á minni línu sem ég myndi vilja ganga lengra í frjálsræðis en það var það líka í Sjálfstæðisflokknum ég var ítrekað eini í Sjálfstæðisflokknum og ástæðan fyrir því ég komin aftur í pólitík ég tók mér bara gott frí og ég var bara á kantinum og var ekkert að fara aftur í pólitík að maður var bara brjálaður heima hjá sér að fylgjast með málflutningi Sjálfstæðismanna og á framkomu Sjálfstæðisflokksins á Alþingi og í stjórnarráðinu algerlega að missa vitið halli upp á 40 milljarða sem var lofað var sagt í desember fyrir tæpu ári síðan í september síðastlinn meðan komin upp í 60 milljarða og í þessari viku var kynnt afsakið, það eru komin nýjar tölur hallin verður 75 milljarða ég meina, þú veist, þetta út af einhverju þetta ekki einhver hægri pólitík eða hvað menn vilja kalla, þú veist, þetta bara óstjórn, þetta ástæðan fyrir þessu að því að menn vilja bara hinn venjuleg stjórnmálamaður bara góður það bara allir gúti, ég meina Gulli bara gúti hann segir bara já við alla já, ég til að við setjum bara styrki veitum bara styrki í einhverja nýsköpunar orkuskipti og hitt og þetta svona verður hallin til hvaða rugl þetta? Ég tek þetta sem dæmi, hættu nú að grípa fram í fyrir mig ég bara tek þetta sem dæmi
að hallinn verður ekki til nema af því að það er ekkert aðhald og það er óstjórn í þessu ríkisfjármálum eitthvað svona meðvirkni kannski já, ég meina, ég er að segja þetta, þú veist, ég er að lýsa þessu bara sem fólk er bara næst, það bara getur ekki sagt nei farið á þessa kosningafundi sem ég er búin að vera á þar sem að menn er bara, kröfugerðin er bara dynur og það er allir bara að því maður er já eða nei spjöldum, það er allir já, ég ætla að auka útgjöld í þetta já Fyrst þú nefnir þessa gjafmildi Guðlaugs, er þetta að vísa einhver sérstök mál? Nei, ég tek bara sem dæmi allar þessar styrkveitingar, ég hef sagt núna á þessu kjörtum, mér hefur fundist Sjálfstæðisflokkurinn gera Framsóknarflokknum skömm til þegar kemur að styrkjum og sjóðasukki hérna áður fyrir var Framsóknarflokkurinn bara höfuð og herðar yfir alla flokka og þetta er nú ekki jákvætt samt í þessu sem kallað var sjóðasukk, það voru bara endalausu sjóðir menn gengu í sjóði til þess að dæla út í alls konar styrki og mér hefur bara fundist Sjálfstæðisflokkurinn algjörlega mist fótana í þessu, það eru komið svo mikið af sjóðum í gang og svo koma þeir á titildum og segja við ætlum að sameina eitt sjóðin einhverja Kríu og Lóu og ég var oft stungið upp að láta þetta krumma sko, þessi sjóður er eitt krummasjóður sem að tekur glingrið frá skattgreiðendum og dreifir annað en þannig að maður hættur að hafa yfirsýn yfir þetta allt saman, svo eru auglýstir styrkir og menn sækjum alls konar styrki og þetta er bara, þú veist, það er ekki bara gefið á garðan bara allt frá 3 milljónum upp í 20 milljóna til fyrirtækja og alls konar málefna og þetta hefur bara farið úr böndunum og þetta er hinn raunverulega ástæða verðbólgunnar. Það er bara þannig. Guðlaugur? Nei, ég meina þetta er náttúrulega bara svo frálegt að tekur ekki nokkur einasta tali sko. Og ef því alvöru þetta veri ástæðan fyrir þú varst brjáluð þá skildi það að fara í miðflokkin á öllum flokkum í alvöru en sko að því bara tölum með mig sko hvar hefur lækkunum verið í ríkisútgjöldum? Hvar hefur hún verið? Ég veit ekki, Nei, þú með grunnur að þú sérst að svara að segja mér það Já, það er nefnilega málið að þegar menn setur sig inn í þetta setur sig inn í þetta að þá draga mann álættin eins og þú ert nákvæmlega með núna og bara á milli ára núna þá fór þetta semst þarna á síðustu áramót og það lækku nú ívilnanisla styrki 6 milljarðar króna ég fækkaði ríkisstofnunum 5 sjóðum, ég er nú bara með 2 það er 1 en orkusjóðurinn hins vegar er okkar þarna, það var stofnað 1967 og okkur sjálfstæðismönnum í samstarfi við Gratana því að við vorum að fara þá leið að nota endurni íslensku orku og það var náttúrulega mjög góð ákvörðun sem hefur skilað íslensku þjóðarbúi gríðarlegum ávinningi eitthvað væntanlega eina stærstu bestu efnahagslegu ákvörðun sem við höfum tekið og allt í lagi, þú veist, ég meina ég get alveg og mér finnst það bara gott, skiljuð út að þannig tökust við sjálfstæðismenn á að segja bara, heyrðu bara aðeins að slaka þér ná því þú bara, já, það getur verið að gera eitthvað þú bara gera nóg og flott, það er bara gagnrýnin sem mann er viss góð en að fara síðan í miðflokkin að ég tala Framsóknarflokkin, ég meina hver er formaður í miðflokknum? Það er fyrirverandi formaður Framsóknarflokksins sem er ekkert að fara í felum með að hann er miðjumaður þess vegna heitir flokkurinn miðflokkurinn þannig að ég vísa þessu fullkomlega til föðurhúsana og fara allt í einu manneskjan sem búið að tala um pólitíska hugmyndafræði alla sína ævi að núna bara einhvern veginn að þetta sé allt var eitthvað vinstri hægri sé bara eitthvað svona blurry og eitthvað TikTok og ríkisútvarp bla sko þetta bara stendst ekki neina skoðun auðvitað erum við að takast alltaf sömu hugmyndur og hugsunum við erum alltaf gert og við erum alveg upp í því ég og Sigurður því við byrjum nú ekki alveg í gær í þessu að þar voru okkar fyrirmyndir Ronald Reagan og Margaret Thatcher sem að breytti mjög miklu af því að þetta var hugsun af fólk og sem betur fyrir náðu þeim árangri og það var ekki bara gott fyrir þær þjóðir sem að þau voru þjóðarleiðtogar fyrir heldur allan heiminn svo barátta hefur ekkert breyst Nei, klart Sko mér langar að spyrja þið Sigurður sko út í ef við tökum aðeins efnahagsmálin Sigmundur talaði það daginn formaðurinn að hann viðraði þá hugmynd að selja Íslandsbanka og gefa bara öllum landsmönnum smá aur í vassan Ertu sammála þessari nálgun? Er þetta ekki verðbólgustöðlundi bara frekar en að mögulega greiða niður skuldir? Tala verðbólgu á hann, er þetta ekki? Þetta er gömul hugmynd reynda frá ágætu sjálfstæðismanni Eyjólfi Konráð Jónssoni sem að laði þetta til á sínum tíma að sko við einkavæðingu bankana hérna fyrri þegar að það ætti bara að gefa þessa banka og ég hef svolítið haldið þessu á lofti þótt að Sigmundur sé að það er ekki frá mér komið hann er að stinga upp á þessu núna
En ég hef haldið á svo loft og gerði það fyrir seinni söluna Íslandsbanka núna, sem fór fram, seinni söluna sem sagt, að menn ættu að huglega þennan möguleika að færa þetta yfir. Menn hefði nú kannski betur gert það þá, með við hvernig tiltókst, ekki það að ég gerði enga athugasemdir við kannski söluna á Íslandsbanka, en bara hvernig þetta einhvern veginn spíralaðist í eitthvað rugl sú sala, sko. Og nú sem sagt eftir og mér finnst að menn eigi að fara þessa leið, þú veist, hvort sem er með Íslandsbanka eða Landsbankan, að einhver hluti af þessu honum verið dreift svona til almennings, þannig að menn bara ráði því hvort að þeir vilji vera á þessu markaði, sem hafa ekkert áhuga á því, þá geta bara einlist það, selta einhverjum og þú veist, menn þurfi ekki að ágjöra því að þessi hluti verða á markaði. Þannig að, og svo spyrja menn náttúrulega, er þetta verðbólgu hvetjandi? Ef ekki bara frekar að greiða niður 120 milljarða vaxtakostnaða? Jú, það væri náttúrulega sniðugt að menn hefði gert það, en nú höfum við selt Íslandsbanka og ekkert af því andverið hefur farið í að greiða neina skuldir. Skuldina hafa bara aukist, sko. Bara aukist. Þannig að... En ég að segja bara ykkar hugmynd með að gefa Ísland, var ekki peningum miklu? Já, ég veit það, en þetta eru 100 milljarðar og sem er tæplega þar sem að vaxtagjöldin eru, þau eru nú komin yfir 100 milljarða. Já, 120. Á árið, þannig að það er mjög brýnt að greiða niður skuldir, algjörlega. En við teljum að við getum gert það með því að draga úr ríkisútgjöldum og draga úr fyrirhuguðum verkefnum sem eru fyrir séð 20 milljarða á næstu árum. Þannig að ég held að það sé alveg hægt að gera þetta hvorttveggja. Okay. Og þannig að mér finnst svolítið mikið til þess vinnandi að framkvæma þessa hugmynd með einum eða öðrum hætti. Er þetta ekki samt svona, þú veist, nú er ég bara að horfa algjörlega blákallt á þetta, er maður ekki alltaf svona að kaupa atkvæði með þessu? Nei, þú veist, eins og ég segi, þetta er eldgömmul hugmynd og þetta verður oft verið í umræðinni. Já. Kaupa atkvæði, nei, ég meina, hvað voru menn að gera þegar menn seldu í fyrri sölun Íslandsbanka, þú veist, á einhverju lægra gengi heldur en menn mátu bankan á þá, og menn þá kaupa atkvæði. Það reyndar lukkast ekki vel fyrir Sjálfstæðisflokkinn að tíðkast í útboðum samt, þetta var ekkit óeðlilegt gengi með að kom það á daginn. Fyrsta salan. Já. Jú, var það ekki tekin ákvörðun að hafa það eitthvað læra eða eitthvað svoleiðis? Ég er ekki viss. Gulli, viltu koma inn í þetta? Já, ég meina, Jóhann Konráð Jónsson var kannski ekki alveg að tala um þetta, heldur lagðan mikið upp úr því að við komum á alþjóðu kapitalismu eins og hann kallaði. Og okkur sem betur fyrir tekist að oft og að fara svona, þetta kom mikið högg þegar að fjármálahrunið kom. En það er mjög æskilegt að ítundi það að fólk spari meðal annars með því að eiga í hlutafélögum og í atvinnulífinu. En auðvitað við, og við sjálfstæðismenn ástæðum fyrir því að við höfum náð árangri Íslendingar er það vegna sem við höfum náð að greiða niður skuldir ríkissjóðs. Og það er forgangsmál að halda því áfram. Það er eitthvað sem allir hagnast að og stenstu þetta enga skoðuna þar sem andverið í Íslandsbanka hafi ekki farið í að greiða niður skuldir. Þetta er svona bara einhver leikur að tölum. Ég held að sé mjög mikilvægt hins verið þessu og það sem að ég er þeirra skoðunar að við sölu eigum að fara eins og fyrst þegar við fórum í Íslandsbanka, það er að segja fyrri salin. Það er ekkert eitthvað Jón og Sérjón, það eru allir sem bara geta keypt og auðvitað er þannig að þú ert að segja á hvað verði það veitu þetta nákvæmlega enginn hver nákvæmlega verðið er á hverjum tíma, þú er bara að taka einhver ákvörðun og auðvitað viljum við sjá það þannig að það séu sem flestir sem að taki þátt í atvinnulífinu með einhverjum hætti og síðan þarna og meðal annars með því að eiga slíkar eiga eins og hlutabréf og ég held að þannig eigum að fara fram og þetta er ekki bara að selja eignir þar að segja það út úr sem banka til þess ríkja alveg gríðarlega mikið að jörðum og ef þið keyrum sveiti landsins og þá sjáu þið suma jarðir er ekki á góðum stað og það er mjög líklegt að það séu ríki sem á það og ég til dæmis farið nýja leið sem ekki verið farin áður og ég hef ekki verið tilbúin til að neita forkaupsréttar á ýmsum jörðum sem að tengjast náttúruperlum eins og þessi Fjaðrárgljúfri. Hvað gerist þá? Það voru til dæmis bara gerði samninga við landeigendur eins og í því tilfelli að friðlýsa það sem að skipti máli en síðan það ríki ekkert að punda út eins og í þessu tilfelli ég er búið að spara
svona miljard fyrir skakkgreiðendur með því að ganga ekki inn í þetta og það er að vera að byggja, það er bara skipt í máli og það er hins vegar, og núna eru þessir aðilar að byggja þá upp ferðaþjónustu hluti sem að ríki gæti ekki gert bara eins og hluti eins og salerni þannig að við eigum alltaf að líta til þess að nýta vera, ríki á að vera á afmörkuðum sviðum á ekki að vera nefn bara þess þurfi og nema með séu bara og það sé vel skilgreint og það segir sér sjálft og auðvitað er ekkert viti því að vera að greiða niður, að greiða vexti þegar við getum sleppti með því að losum eignir það og menn halda það að stjórnmálamenn get ekki fundið allar hugmyndir heimsins til að skattleggja sko. þá er eitthvað mikið breið sko. En þið eru að skilja ég sé að mæla með því skilja ríkissjóði halla ár eftir ár sko og mælst 12% er fylgni að það á milli sko, erum við að fara rétt úr kútnum ef þið komast til valda aftur? Sko þetta er náttúrulega fyrst að það er náttúrulega ótrúlega ósanngjarnt að kenna okkur þessi fjárlög sem eru núna, ég meina við erum bara einn af flokkurum sem er að semja fjárlögin, þannig það er bara staðreynd máls og við vitum alveg hver staðan það er engin þingmeirihluti í landinu staðreyndin bara þessi að þegar kemur að lækkun skulda hagræðingu og lækkun skatta þá hefur við aldrei verið í samkeppni sko. Og það er ekkert nýtt að menn komi og segja við erum miklu betri sjálfstæðisflokkurinn heldur sjálfstæðisflokkurinn einu fyrsta kosning sem ég tók þátt í þá var Jón Baldvin Hannibalsson á flugi með Alþýðuflokkin af því að hann var að segja við erum bara, við heitum Alþýðuflokkurinn en við erum bara miklu meira á þessa línu heldur sjálfstæðisflokkurinn svo kom bara eitthvað allt annað í ljós eins og alltaf þannig að en við þurfum að fá þingstyrking til að geta fyllt þessu eftir og auðvitað er það vont og við vorum að tala um áðan þið spurðu áðan, ég menna finnst þið gott að hafa marga flokka í stað fyrir fáa náttúrulega vandinn náttúrulega sá líka með þessa fjölda flokka að þá er og ég hef verið bæði 2 flokka ríkisstjórn og 3 flokka ríkisstjórn það er miklu verið 3 flokka það er eiginlega alltaf þannig að hinir 2 ná saman gegn okkur það er bara en við þurfum en þetta er alltaf sko áttu þá bara að segja eins og við gerðum í náður sem líka sjónamið ef við getum ekki verið 2 flokka ríkisstjórn þá erum við ekki ríkisstjórn sko og kannski er það einleið því að okkur kennt það sem miður fer, það sér enginn hvað gengur á en það er ég bara veit það vegna þess að ég hef unnið með öllu þessu fólki sem núna bjóða sér fram og hvort sem að það er þeir flokkar sem eru svona hafa verið að ná til annara hvort sem að það er miðflokku viðreisn eða samfélkingu, ég get að lofa eitthvað því að þetta er engin sjálfstæðarflokkur og þeir sem að kjósa á til þess að verða betri sjálfstæðarflokkurinn þeir verða fyrir vonbrigðum. En ég menn þú getur náttúrulega ekki samt sko hreinsaði af eða kasta frá þér ábyrgð á þessum fjárlögum eins og verður að spurja þau ég menna 7. árið í röð og verðbólgan síðustu 3 ár sko er sko 24% sko verðlega hækkað 24% síðustu 3 árum sem er sko meira en verðlega hækkaði 3 árin eftir fjármálahrunið og hvað, ég meina þú ert í ríkisstjórn þú berð ábyrgð á þessu, sjálfstæðisflokkurinn ber auðvitað ábyrgð á þessu Heyrðu, ok, tölum bara hlutin eins og er það við vitum alveg hvað hefur gerst sko já, og já nei, segðu okkur það, af því ég heyrist ég ekki vita það sko því að þú veist að kasta frá þér ábyrgð í þessu ég ekki að kasta frá mig ábyrgð, ég meina við berum ábyrgð á því og við sögðum það þarna þegar COVID kom ég meina við sögðum það bara það er betra að gera meira en minna til þess að halda atvinnulífinu gangandi það voru aðra þjóðir gennum COVID líka já, nákvæmlega rétt og hvað sögðu þarna hvað sagði stjórnarandstaðan hún skamma okkur fyrir hún vildi gefa ekki meiri penning rétt, Grindavík miðflokkurinn líka já, allir skamma okkur sami Grindavík ég er nú ekki vissum, ég var nú að þingi þá og ég galt nú algjörlega varhug við öllum þessum lokunum og öllum þessum aðgerðum sem að voru í nafni sóttvarna sem auðvitað bara er hlægilegt í dag, algjörlega hlægilegt bæði sóttvarnar aðgerðirnar og ekki síst þessar efnahagsaðgerðir sem að ég bara laðist mjög gegn í þingflokki Sjálfstæðisflokksins að menn færu í að veita heimild til peningaprentunar sem menn segjast ekki hafa farið í heldur bara hafa menn slegið lán hægri vinstri borgandi fyrirtækjum sem að voru kannski búin að vera í rekstri í nokkra mánuði, þeir fengu styrki fyrirtæki sem hefðu bara betur mátt rúlla, það er bara þannig
það hefði mátt bara betur rúlla og meiri endurnýjun miklu hraðar, en þá var farin svo leið að borga öllum sem voru á inniskónum og í náttúrunum heima hjá sér laun fyrir að vera þar, enginn að vinna neitt, og á sama tíma komu menn út úr þessu ástandi og börðu sér á brjóst og sögðu, hei, kaupmátturinn hefur aukist hérna. Ha? Já. Og það ringir engum bjöllum að það við aukist kaupmáttur hjá þjóð þar sem enginn var að vinna. Já, það er fáir skilur. En ok, fyrir maður sér þetta svo ég má klára. Já. Því að þú greifst inni og ég bara þolum maður fyrir því. Það var nú gengið þannig fram gagvart mér út af þessu sjónarmiðum sem ég var sammála þarna Sigríði, þá ég vísa í lokunum að það var ráðist á konuna mína í tengslum við það og það voru enga tilviljanir í því. Hún svaraði nú hressilega fyrir sig og það man engin eftir því lengur eða mjög fáir. En ég skal nú viðkenna það að ég fannst það nú ekki maklegt, fínt að ráðast á mig en látið konuna mín í friði. En hvað sem því líður að þá það þannig að það sem við keyrt áfram þessa hluti auðvitað líka það að við hefum verið að semja hærri laun heldur en annars staðar. Og auðvitað eitt af því sem við þurfum að gera ef við ætlum að ná raunverulegum árangri, að þá þurfum við ekki bara að tala að við viljum hafa sama vinnumarkaðsmódel eins og á Norðurlöndunum, við þurfum að ganga fram til þess að svo megi verða. Það að verið deilur ríkisstjórninni, til dæmis að veita ríkissáttasemjara auknar heimildir. Það vita allir hvar við stöndum í því. Og þú veist, satt hérna að þú getur ekki fyrir ábyrgð, nei þetta get ekki fyrir með ábyrgð, ég ekkert að því. En ef menn vilja sína einhverja sanngirni og engin manneskja veita betur heldur en manneskja sitja við hliðina á okkur, þá veit hún alveg hver tógið þegar kemur að þessu. Og ef þú ert í 3 flokka ríkisstjórn, þá það mun erfira heldur en 2 flokka. En það ekkert nýtt í þessu og ef menn skoða gamla fréttir og annað slíkt, þá erum við alltaf að taka það sama. Við höfum aldrei verið með neinum flokki í ríkisstjórn sem að hefur vilja sína meiri ábyrgð heldur en við, vilja ganga lengra heldur en lækka skuldir heldur en við, sem við vilja ganga lengri að lækka skattinu við. Nei, klart. Mér langar að fara þessi yfir í aðra sálma. Jú. Það er láta Gulla að lesa þetta alltaf maður. Þetta geggjaður texti. Þetta þarf að vera í borgarleikur. Sigríður, mér langar að fara í útlendingamálun aðeins. Byrjum bara því, nú varst þú auðvitað dómsmálaráðherra, gafstu sér fyrir þér að þetta svona risavaxinn málflokkur á þeim tíma? Sástu hvað var í aðsí? Ég sá margt sem var í aðsí. Þegar ég kom inn úr ráðuneyti voru útlendingalögin að taka gildi og þau gripu einhverju leyti ástand þótt að lögin sjálf lágu þetta fyrir að þau þyrftu að endurskoða mjög reglulega. Það er nú oft þannig með mjög stóra lagabálka sem settir eru að það þarf auðvitað að svona taka smá bútasöm á þeim mjög fljótlega og stöðugt auðvitað ef eftir atvikum, en það þarf. Þannig að það lá nú fyrir að þyrfti eitthvað að endurskoða þetta og ég fór strax í það. Ég sá þegar ég kom inn, þá var kannski annars konar vandamál heldur en núna. Það var svona mikið innflæði, miklar komur frá löndum sem voru klárlega örugg svæði, örugg lönd. Ég meina Albanía, Makedónía og Georgía. Þessi menn komu og bara báðum hæli. Og þá bara leiðum menn bara segja hæli og þá bara tikkar inn einhver prósess og menn voru að dvelja. Kostnaðurinn þá sem blasti við mér og hann var orðin 2-3 milljarðar. Og þér fannst það mikið, eða ekki? Ég meina, ég var bara í fósturstellingunni í þessu mál. Ég meina bara, þú veist, það var augljóst og það þyrfti að grípa til aðgerða. Og þetta er málaflokkur sem er, hann er svona síkvikur, það gerist eitthvað eitt og þá kemur eitthvað innflæði frá ykkur. Ég meina, við gáfum eða Alþingi gerði það stuttu áður en ég kom þarna inn, þá hafði Alþingi veitt albunum ríkisborgarrétt, einhverjum veikum börnum sem komu á brallinu veittu ríkisborgarréttur, það spurðist til Albaníu og þá bara kemur innflæði frá fólki sem að sækja hæli og veist, á þessu var tekið. Ég tók bara þetta maður og mann, hringdi stjórnvöld í Georgíu til dæmis, sagði bara því þeir voru nýbúin að fá áritunarfrelsi inn á ES-svæðið, inn á Evrópusambandið. Ef þeir myndi ekki gera eitthvað í þessu, þá myndi ég fara til Schengen á vettvang sem að dómsmálaráðherra Íslands situr með öðrum sambærilegum kollegum sínum í Evrópusambandinu og krefjast þess að Georgíu svipt þessu áritunarfrelsi. Þetta þarf núna mínum að gera mögulega gagnvart Albaníu
og það var bara gengið í það mál hjá georgískum stjórnvöldum að upplýsa menn sem að voru sumir sem komingar sem heldur bara áritunarfrelsi þýddi það að þeir getur komið hérna og beðið hæli að vera hérna lengur en 3 mánuði og svona. Þannig að ég var mjög hands on má sletta í þessum málum. Á þessum tíma þegar ég kom inn þá voru aldrei birt nein gögn hvað þeir væri margir að koma. Þannig ég fór að frá hvaða löndum og svona, en ég fór að garfa í því, grúski í því og baðum að fá skýrslur alltaf þessi mál, bara frá hvaða löndum menn væri að koma, flestu beiðnir en að maður gæti séð svona mánaðarlega bara þróunna í þessu og þegar maður spottaði einhverja þróun þá spurðist maður fyrir, býtu af hverju þetta gerast og þá fekk maður einhverja skýringu, þú veist, eitthvað flug eða jafnvel fótboltaleikur, ég meina fótboltaleikur hafði bara mikil áhrif það sæi nú valla högg á vatni þótt að væri fótboltaleikur í dag sko. En það var þannig að maður sá alveg mun ef það var eitthvað fótboltaleikur milli Albaníu eða þessara landa þarna einhverja að þá komu menn á fótboltaleikin, klöppuðu, voru síðan í kannski 2 mánuði og dúkkuðu síðan upp í verndarkerfinu. Það var sturl. Þannig að síðan auðvitað bara tekið á þessu og síðan auðvitað þegar ég fer út úr þessu ráðuneyti þá svona hálfa ára eftir að þá kemur greinilega einhver þróun byrjuð varðandi Venesúela og það ekkert gert í því. Þú veist, það bara einhvern veginn látið þróast og svo kemur COVID og maður horfði á það bara í forundran að maður sjálfur sko gat ekki ferðast milli landa og Íslendingar sem fóru til útlanda töldu sér trúum það eða trúðu stjórnvöldum þegar þeir voru í útlöndum. Ég var í golfferð, einhvern tímann fór í golfferð og það fór enginn heim frá Alicante á Spáni áður en án þess að fara í eitthvað COVID-próf. Að þeir sögðu, okkur verður ekki hleypt inn í landið annars okkur verður ekki hleypt inn í flugvél, það bara þvæla. Þannig ég held ég og mínu vinnur hefur eina fólki sem eitt ekki 20-30 skall eitthvað COVID-próf á Spáni á þessum tíma en á sama tíma og þetta var einhverjum glugga sem var opnaður síðan á sama tíma hins vegar þegar enginn var að ferðast þá virstu samt koma fullt af hælisleitendum og tíminn í COVID var mjög illa notaður og illa nýttur til þess að stemma stigu við þessu. Svo kemur Venesúela og svo það eitthvað núna segja menn sko, það þetta er allt bara á góðri leið sko, af því að það er búið að loka, allt að koma bara hall og framsók sko. Árið í ár sko verður 3. stærsta árið í sögunni, 3. stærsta árið og þótt að það sé eitthvað minna heldur en í fyrra eða hitti fyrra sem voru stærstu árin þá er ekki hægt að segja að það sé eitthvað að koma vegna þess að fyrir utan það að Sigmundur eru að tala um hraðablindu? Já, það er það sko klárlega, en svo er það líka það að eins og menn haldi bara það að taka þetta eða Úkrænumennina fyrir utan svega sem ánáttúrulega ekki að gera vegna þess að þeir eru auðvitað líka álag á kerfin hjá okkur að þá erum við ennþá óvarin því ef eitthvað svona kemur upp á og það kemur alltaf eitthvað upp á það eru alls konar að gangi út allan heim og það þarf ekkert mikið til að verða eitthvað svona allt í einu bara straumi frá okkur einu öðru landi og þá erum við bara lent aftur í sömu súpunni þannig að það þarf að taka á þessu hæliskerfi og ekki verið að gera það? Nei, það er ekkert verið að gera ég meina þú veist, bara Venesúela, þeim að tilkynnt það færi engin hæli hérna lengur og ég var reyndar heist frá Venesúela fólki sem kom hingað í þeim miskilningi að þeir væru boðnir velkominir og héldu að þeir gætu fengið hæli það var náttúrulega auglýst sérstaklega ferðaskrifstofu sko út í Venesúela og margir Venesúela búar komið hingað og stóðu bara nú ok, þetta er ekki þannig þá langaði ekkert að vera einhver baggi og þykja og vera einhvern veginn á kerfinu sko þeir bara héldu að þetta væri land sem myndi veita atvinnuleyfi og myndi veita þú veist, og þeir getur bara að fara að vinna hérna og svona þannig það var nú miskilningur sem hefði átt að leiðrétta bara strax í upphafi sko. En þannig að það er ekki verða, þú veist, við erum ennþá með hátt í 2000 hælisbeiðnir núna þessu ári næsta ári verður það, veist, ég sé ekkert fram á að það verði eitthvað færra, ég meina Úkrænumennirnir ennþá koma, þeir reyndar fara strax inn í eitthvað ákveðið kerfi en þeir eru hins vegar að fara þú veist, þeir fá strax aðgang á heilbrigðiskerfinu og sértækum heilbrigðisaðgerðum sem að er algjörlega stefnulaust það virðist ekki vera neinn stefna hvar það endi, Norðmenn hafa tekið ákvörðun að hætta að veita Úkrænumönnum þennan aðgang að kerfinu
og fleiri ríki alveg örugglega á næstu dögum. Nú þetta menn vonast þess bara menn ljúki þessu með einhverjum samningum þarna fyrir austan en þetta var misráðið að taka Úkraínumenn hjá Evrópusambandinu og Ísland bara einhvern veginn teikaði það sko sem það átti ekki að gera. Ísland átti að taka alltaf ákvarðanir í svona málum algjörlega bara út frá sínum eigin hagsmunum, ekki bara einhvern veginn af því að einhver önnur lönd að gera það. Nei. Þannig að þetta er svona þetta er svona vandmeðfæri og svo þú segja menn, við viljum hörða landamæri og það er öll einhver frumvarp núna Guðrún og Jón Gunnars eru búin að tala að þau séu bara eiginlega búin að ná að leysa þetta? Nei, Guðrún Hafsteins kom einmitt núna dómsmálaráðherra og lýsti því að hún væri með hugmyndir, hélt blaðamannafund með ríkislögreglustjóra í gær sem að auðvitað var, einhvern daginn sem að var auðvitað sérstakt að halda einhvern blaðamannafund stefnu stjórnvalda, ég meina stjórnvöld sem eru að fara frá fyrir 1,5 viku en það er alltaf komið rosa mikið stefna og ein stefnan er að vera með móttökubúðir í Keflavík en svo tók hún alveg skýrt fram að þetta væri reyndar allt saman óútfært sko, hvernig ætti að fara með það. Þannig að voru enga fréttir af það? Nei, það voru enga fréttir, ekkert að frétta. Gulli, er þetta allt undir kontróli? Æ, í alvöru. Í alvöru hvað? Þú veist, þú getur ekki að tala svona. Hvað, hvernig? Þú veist, þetta er sko að halda því fram að það er engin árangur nást núna, að það er algjör út í hött. Og sem betur fyrr að eftir að þessi frumvörp fóru í gegn sem við búið berestur í mjög lengi að það náðist ákveðin áfangasigur, það er engin vafi og mér finnst ekki rétt að tala það niður. Nei, ég tala ekki niður neitt árangur, ég tek það fram, alls ekki, ég bara Þú bæði tala niður árangur og svo enn áttu grípur fram fyrir mér. Já, látt ekki svona, þetta er líflegu þáttur sko. Já, ég hef ekki grípur fram fyrir þér. Okay. En og það er svo þarf að gera meira og mér fannst að vísu þessi stefna sem að Guðrún eða þessar næstu áherslu getur sagt eða þannig það var mjög ítalegt og það fór sko ég nú haft áhuga á þessu og fylgst svona jafn mikið með maður getur sko þarna í öðru ráðundi og við hófum strax það sem við gátum þó svo við höfum ekki tökku út utanríkis á þeirra. Ég fór einhver líka sá stað að ég hef leyft vinu svo vel að búið inn sem að ég enda við að skrifa grein í Morgunblaðið því að bara, þú veist, það var eins og verið bara skipulega, bara líka herferð gagvart menni, sko, alveg með ólíkindum og að bara, sko, það þarf nefnilega að líta til margra þátta og það er til dæmis tekið á, sko, því að við tölum alltaf eins og sé bara ein leið inn í landi að þeir eru fleiri og í þessari skýrslu eða þessari ekki skýrslu, þetta var náttúrulega bara mjög mikið aðgerðum sem það var talið mikilvægt að fara í og þegar þú ert í starfsstjórn þá átt að gera náttúrulega nákvæmlega það sama eins og gerir í öðrum ríkisstjórnum nema þú náttúrulega ert ekki með þingmeirihluta til að koma öllum hlutum fram. Execute þetta, já. Nei, en það er nást árangur, er það nóg? Nei. Grunninn er bara þessi og það er það sem maður átt að sjá mjög hratt að sko, það er margt hannig að það sem gerist á Norðurlöndunum að þú getur bara beðið í 5 ár, kannski 10, það gerist allt hér og bara með því að tala við kollegan og sögðu mann nákvæmlega þú veist, hvað myndi gerast og hvað við ættum að gera og við gripum ekki nú hart í en það var mjög einmana hvernig, og ég meina Sigurður Andersen sem var ekkert eini dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins sem að var að berast fyrir hlutum þeir gerðu öll og Óli Nordal var fyrst í þessu og það var ekki vinsælt þegar að menn byrjuði þessa vegferð. Við reyndum til að hafa áhrif á umræðina og það var náttúrulega Diljá Mist aðstofamaður minn að unnu mjög mikið því að reyna að ná fram bara kostnaðnum inn í kerfinu og vegna þess að hann og það var mjög erfitt. Ertu að tala um óbeina kostnaði? Já. Og bara þú veist og við vorum svona að reyna að finna einhverja fleti á því en það gekk nú misjafnlega því að sko, þetta er ekkert flókið því að menn tala og geta farið alveg í mjög sko, mismöndi kerfi svona það er ekkert flókið í þessu þetta er bara þannig að bara stærsti er mjög stór hluti við erum að tala um milljarða sem eru bara með nokkra dollara á dag í laun sko. Og það er fullkomlega eðlilegt að þetta fólk vilji komast og ég meina við myndum gera það líka sjálf sko. Já, klárt en þú bara getur ekki og ekki Ísland, ekki Bandaríkin þeir geta ekki tekið á móti öllum sem vilja koma það er ekkert flókið í þessu og þú verður að taka mið af því
að vísu finnst mér ekki rétt að tala niður sko Úkraínu, Úkraínumenn hafa ekki bara verið að berjast fyrir eigin frelsi og eigin landsvæði, þeir líka berjast fyrir okkar og það við sem hefur nú verið fylgjandi vestrænni samvinnu, NATO og við skiljum alveg það þegar aðeinar eins og Putin koma, hvað það þýðir. Já. Og en talandu, en það eins og ótrúlega lítill skilningur á þessu. Ég tók náttúrulega við af miðflokksmann í utanríkisráðuneytinu og það var ekki einu sinni varnarmálaskrifstofa. Hún var undir þróunarmálunum. Já. Því var breytt mjög hratt. En við þurfum bara, sko, raunsæi eitthvað sem maður þarf alltaf að hafa alveg samkvort að við landstjórnin eða bara fjölskyldun eða hvað það og við getum ekki verið með þær reglur hjá okkur að þetta sé einhvern veginn svona opin gátt inn til okkar. Það bara grunnun í þessu. Hefur náðst árangur? Já, mikill, þarf að gera meira? Já, en sem betur fyrir erum við að sjá kostnaðin fara niður. Já. Sem betur fyrir erum við að fá færri sem að sækjum að koma eitthvað sem að munu hvort aldrei koma þetta en með þeir eru í ferlinu þá með að kosta gríðarlega mikla fjármuni og það hefur áhrif á alla innviði og það gerir býr til aðrandavandamál sem að eru allt svona persónlega vandamál því að þú fer bara niður á fólkið þá getur maður fullkomlega skilið það maður myndi örugglega gera það sjálfur að þegar ert með von að þá ferðu og þú sækir það. Já. En þetta kröftu á fólk sem gerir það að við þurfum bara að senda skilaboð, eða ekki? Jú, svo held ég svo áhugavert að sjá að því að mér finnst sko umræðan að þróast ágætlega og ég er ekki að gagnrýna miðflokkin í þessum málum og ég heyri það að frambjóðendur þeirra tala til þess við að styðja fólkið þar sem það en það er ekki alveg sama hvernig það gert. Því það líka hægt að klúðra slíkri aðstoð. Já. En það mjög mikilvægt að við horfum raunsætt á þetta því annars býrðu bara til vandamál sem munu leiða sem miklu stærri vandamál. Já. Ég bara samt leiðir þetta hér rangfærslu að ég hafi verið að tala niður Úkraínu heldur þvert á móti. Ég var einmitt að benda á það að Úkraína, það ekki allir Úkrænubúar sem koma hingað sem að þurfa á alþjóðlegri vernd hér að halda. Og það var þess vegna sem það eru mistök hjá Evrópusambandinu að fara þessa leið sem menn gera auðvitað einhverju gæðshræringu og líka svona kannski einhverju dyggðarflöggun að taka ákvörðun allir Úkrænubúar, alveg sama hvar þeir eru í landinu. Þeir geti bara skilyrðislaust bara flutt bara búferlaflutningum og gengið inn í hvaða lönd sem inn í Evrópusambandinu og EES-svæðinu eins og það var ákveðið. Það alveg þvert gegn öllum bæði alþjóðsáttmálum sem að sjálfsagt alveg hægt að víkja frá ef að hagsmunir landsins kalla á það og öllum praxis líka í þessu flóttamanna aðstoð. Það ekki þannig að þótt að sé stríð í landi að þá sé það allir í landinu óháð því hvar búa sem að fá stöðu flóttamanna eða réttmæta stöðu þeirra sem geta fengið alþjóðlega vernd. Það voru mistök á þessu leyti og nú eru bara marga milljónir Úkraínumanna sem búa annars þar, einhverjir eru vonandi að fara tilbaka til Úkraínu til þess að byggja upp af því það þarf nú mannafla til þess að byggja þar upp landi. En svo þetta fannst mér ekki gott að sjá samt hvernig sko framfylgnina því ég trúi því alveg einlæglega að Sjálfstæðisflokkun vill auðvitað ná stjórn á þessum málaflokki. Og ég held að allir borgarlegir flokkar myndu vilja ekki sjá fjáraustur bara óheft út. En á sama tíma eru samt svo margar svona aðgerðir sem að hafa bara miðað að því einhvern veginn að auka þennan vanda. Ég meina, hér bara sendt út einhver flugvél sko á kostnað skattgreiðenda til að sækja eitthvað fólk á Gasasvæðinu. Og það rökstuð af því að þeir höfðu fengið einhverju skrifstofu hérna á Íslandi að búið ákveðið að vera einhver fjölskyldusammenning. Þá bara þeir eru sóttir. Hér var bara daginn sko réttmætt og lögmætt brottvísun búið að taka ákvörðun brottvísun á dreng sem til Spánar það bara standa ráðherra Sjálfstæðisflokksins og þingmenn bara í röðum á nærbuksunum bara meðan nótt sko og hringjandi í ríkislögreglustjóra til þess að kanna möguleikann á því að fresta þeirri brottvísun á síðustu stundu. Svona aðgerðir eru bara segull á vandamálið. Og ég vona menn sko hverfi frá þessu á næsta kjörtíðanbili
og það verði þetta mynd þetta ríkisstjórn sem samstíga í þeim aðgerðum sem þarf að ráðast í þessu málaflokki. Já. Kannski má koma eins inn í þetta að sko Úkraínumáli aðeins og ég held að það sem Sigríður sína að vísa til sko að menn vil náttúrulega ekki vera sko það verður að vera fólk í landinu til að og það auðvitað eins og allstaðar skilur að það einhverju sem að innan gæsalappa kannski nýttu sér eitthvað sem að var ekki hugsun á bakvið og menn þurfa auðvitað að mæta því og síðan í öllu skiptir ekki máli hvort að ég er náttúrulega alin upp segi það ofta, ég sé þarna alin upp í lögreglubíl og lék mig í fangaklefa sko, hljómar ekkert vel sko en það bjóð bara lögga og ég vil ykkur þjóðni í mörg ár og það er ekkert auðvelt að vera lögreglumaður og það er ekki þannig að menn takja sér öll menn fara í verka því þau þurfa að gera það og það er mjög mikilvægt að það sé alltaf skilabóð hjá stjórnvöldum að þeir menn að framfylgja lögum að það sé stutt alla leið. Nei, klart. Sko, það er farið að sé setna endan hjá okkur. Ég á eina góða á Siggu eftir og svo eina góða á Gulla. Svo það kosningapróf Chesa Dark og svo ritaraspurningarnar hafa verið búin. Þetta er búið að vera veisla og þeir eru búin að standa ykkur svo hetjus. Sko, ég ætla að byrja á Siggu. Mér langar að ræða tollvernd. Ég horfði nú Sigmund Davíð hjá kollega okkar Stefán Einari sem er svona gjörsamlega bara að breyta leiknum og lætur okkur hérna líta ansi illa út þegar að standa sig frábærlega. Hrósa honum. Já, hann er bara búin að breyta leiknum. Sko, okkur langar að ræða þessa tollvernd sem að öfgahægrimaður Sigmundur Davíð formaði Miðflokksins tala mikið fyrir. Ert þú sammála formaninu þarna? Sigmundur Davíð vill tryggja öfluga tollvernd fyrir íslenska matvælaframleiðslu, talar óheftan innflutning franskra osta getur stuðlað niðurbroti íslenskra framleiðslu. Ert þú á sömu blaðsíðu á Sigmundur? Nei, ég hef alltaf verið sko talsmaður bara frjálsa viðskipta á milli landa. Já, einmitt. Og já, ég meina ég það. Þannig en það bara því ekki að Sigmundur hefur þessa skoðun og það er stefna Miðflokksins en ég hef viljað benda á það og svona reyna að draga það fram að það sko það búið að til þess að reyna svo lengi. Mér sjálfsagt að menn hafi það í huga, það búið að tollvernd er búin að vera mjög lengi og hún virðist ekki hafa gagnast bændum. Ég meina þeir eru ennþá að kvarta og réttilega held ég meina þeirra rekstur afkoma það er ekki öfundsverð, ég meina það er engin biðröð í það að verða bóndi og bændur eru, ég veit ekki hver meðalaldur bænda er í dag en hann er mjög hár og það vantar hérna það þykir fréttnæmt að vera ungt fólk. Já, það þykir fréttnæmt, það er bara tekið raunverulega bara viðtal við bara skrýtna mannin og skrýtna konuna sem að fara í þetta. Hvernig dattum við þetta í hug? Þú veist, já. Þannig að og þetta hefur alveg verið svona þrátt fyrir ofurtolla, kannski vegna ofurtolla á landbúnaðarvörum, ég veit það ekki en þannig að ég hef bara, sko ég er áhugasöm, mjög áhugasöm hérna landbúnað, ég veit ég trúið ekki þótt ég sé úr 101 Reykjavík og búið þar, en ég er bara mjög áhugasöm, hef orðið það með aldrinum hérna meira og meira og ég er áhugasöm það að menn leiti leiða til þess að renna betri stoðum undir landbúnað á Íslandi og bæti rekstrarafkomu bændana og ég held að það sé önnur tól og tæki betur til þess fallin heldur en tollvernd. Mér er umhugað að bændur sé ekki sko bundnir á klafa einhverja sláturhúsa til dæmis, ég meina bændur hafi frelsi til þess að bara slátra sjálfur, það er búið að liðka svolítið til í því, það sem kallað er heimasláturinn í gamla daga. Það er búið að opna svolítið fyrir það en bændur hafa sumir sagt mér að það þurfi að gera það betra og hérna auðvelda þeim slíkan búskap sem að gæti bætt hag þeirra. Þetta er auðvitað líka svolítið í höndum bænda að svona koma með frumkvæði og svona og selja sína vöru bara á sanngjörnu, þú veist, á eðlilegu verði, ég held bara margt kjöt og svona og afurðir bænda séu bara of ódýrar sko í rauninni. Menn kalla eftir beint frá bíli og svona, það var erfitt enn þann dag í dag. Einhvern veginn að velja sér eitthvað kjöt út í búð sko. En hvaða hægri er í því að vera að skipa mér ef ég vil köpa mér franskan ost út í búð, okkur má ekki bara gera það? Okkur er Sigmundur Davíð að skipta sér að því? Já, ég meina þú mátt alveg gera það er bara af og til mjög hár tollur, ekki alltaf en af og til er mjög hár tollur á ostunum að þetta er svona kvótar, það er búið upp tollakvótar þannig að menn geta keypt og þannig að það eru einhver magna ostum sem er ódýrir og allt í hækkar hann bara 600 skilur, já
og öðru kjöti og ég meina þú voru að spyrja Sigmund þetta og þetta stefna Miðflokksins en ég alveg, bara svo menn hafið alveg hrein nei, býttu, ég satt í þingflokki með formanni Bændasamtakanna takk fyrir, haldið þið hann hafi haft eitthvað aðra afstöð en Sigmundur Davíð nei, hann hafi það ekki og það sem menn líka það sem að menn auðvitað kalla eftir líka bændur að þeir séu þá að keppa, þú veist að þeim séu þá ekki, það sé ekki gerða strangari kröfur á þá, heldur en gerðar á kröfur á bændur í Evrópu, þetta flest í Evrópu og ég man eftir miklum umræðum og mér fannst það fróðlegt að heyra Harald Benediktsson á sínum tíma, menn að lýsa hvernig bara lyfjanótkun allt önnur í Evrópu og svona, þetta eitthvað sem að neytendur þurfa að vera upplýstir þannig bara, þú veist, hafi menn svo, auðvitað ykkur neytendur sem hafa bara engan áhuga á því og bara alveg saman til borði sýkla sprautað kjöt, sko. Já, ég held að það degi enginn allt þetta, nei, og allt það, sko, en ég bara segi, þú veist, mín afstæð hefur ekkert breyst í þessu. Ég meina, ég bara þarna og bara ég mun auðvitað tala fyrir þessu sjónarmiðum líka á þingi, fá ég til þess tækifæri og ég held að það sé nauðsynlegt að fjölga röddum eins og mínum á alþingi að þessu leyti sérstaklega. En Sigmundur þetta með sína skoðun og ég verði alveg alla þessa bændur sem að fara að kjósa Miðflokkinn og þeir auðvitað verða, ég skil alveg hvaðan þeir eru að koma, þetta bara eins og Jakob Frímann, ég skil alveg hvaðan þeir eru að koma og hvert þeir vilja fara. Ég held að það sé bara hollt hins vegar að menn ræði þetta aðeins í víðara samhengi og hugleiði hvort það sé ekki einhver betri leið, sérstaklega í ljósi reynslunar af háum tollum. Og ég ætla bara að fá að rifja það upp hér fyrir ykkur, að það var nú ég, ein og algerlega óstudd sem að náði fram breytingu á tollalögum og náði að afnema eitthvað sem að þið ættu að fagna og ykkar hlustendur, afnema ofurtolla á alvöru kartöfluflugur. Það var stórt mál hérna. Þetta var stórt tollur. Af hverju var hann við líði? Það var enginn að framleiða. Vegna þess að var enginn að framleiða þetta. Það var náttúrulega alveg ótrúlegt. Eina samkeppnisvaran var iðnaðarframleiðsla í Garðabæ, einhverju svona fröðsnakki og svona. En þetta náðist fram og ég þarf að rifja þetta með minni nefnilega, hvort með minni ekki bara Sigmundur Davíð hafi stutta á sínum tíma, en þetta þurfti svolítið að berjast fyrir þessu, af því þá var ég óbreyttur þingmaður, en náði þessu fram og gaman að því. Já, Gulli, með eitthvað hana? Já, ég meina, Kristján Þór náttúrulega beitti sig fyrir því að það er þó auðveldara, miklu auðveldendur en áður þegar kemur heimaslátur. Það er bara mjög mikil breyting þar á. Og reyndar að það við sjálfstæðismenn og Bjarni Birnisson fjármálaráð þegar við lögðum af alla þessa tolla sem að nýta og það er sko landbúnaðarafurðir miklu meira heldur en sem fólk átt að sjá. Ef við gengum í Evrópusambandið þá myndum hækka tollar á alls konar hlutum. Bjór landbúnaðarafurð. Shit. Það er þannig. Og hrísgrón eru landbúnaðarafurð. Og bara alls konar hlutir sem eru tollfrjálsir á Íslandi eru bara mjög tollaði til dæmis í Evrópusambandinu en öll þessi tollaaflýting verk okkar sjálfstæðismanna og það er líka svona spurninga því að þarna það þetta snýst líka svona viðhorf heimskauta landbúnaður getur aldrei keppt í verðum en hann getur keppt í gæðum og það þarf líka svolítið stemmingu og styðja við þá bændur sem að selja beint ekki bara fyrir okkur neytendur ég kaupi allt lambakjötið úr Skaftártungu og bara eftir við hjónin byrju að borða það þá bara við kaupum ekkert annað, þú veist alveg að hverjum gengur þetta bara þarna eins gott að getur orðið, en til dæmis ennþá ekki veitingastæðin þar farin að nota, við erum hérna með bara í nágrenninu besta kjötið og við erum ennþá, það svo ég allavega í minni svarthvítu æsku, þá man ég alltaf eftir í þarna að þá var í sem sagt hérna þá var alltaf þessum í tengslu kjarasamninga samið aukna niðurgreiðslu og súpukjöt og eina sem eins eins og þegar mamma sendi mig fyrst með miða út í búð í Borgarnesi sem eins í búðinni eru þessi pókar með súpukjötinu sem fyrir nokkurum að vera 800 krónur kílóður, 800 ég held sé 12 eða 1400 núna þetta hágjaða kjöt, þú fer inn á Súmak og farið þetta súpukjöt þannig framreitt og það ekki ódýrt og reyndar það þannig, þú ferð á veitingastæði
og ég er búin að fylgjast með þessi í mörg ár, að þá er engi munur á nautakjötinu og lambakjötinu þegar kemur á matselinu sko. En bændunni fá alveg ótrúlítið af þessu og það þarf mjög margt til að breyta þessu. Leiðin er ekki leið Miðflokksins að bara að banna okkur að borða franska osta. Það er ekki leiðin. En hver er leið Sjálfstæðisflokksins í þessu? Já, ég var nú að nefna það hvað við höfum gert. Já, en er það, hafið þið á, ég sá bara að menn voru hlutlausir með afnám, fengu spurningu sem Bjarni Benediktsson svaraði fyrir, hann svaraði ekki spurningun en könnun viðskiptaráðs, þá voru menn hlutlausir, það var Sjálfstæðisflokkurinn hlutlaus með tilliti til afnáms tollverndar og landbúnaðarafurðir. Já, þeir sem hafa nú stigið skrefin í þessu, þú nefndir heimaslátrun. Hver er stigið skrefin þar? Já, ég meina þú veist, það var eitthvað ríkisstjórnarmál. Stofnvendin, ríkisstjórnar, nei, það var bara frumkvæði Kristjáns Þórs Júlíusson. Já, ok. Og sömulegis útfærsla sem var miklu betra þegar að koma tollkvótunum, það var það Kristján Þór Júlíusson. Og þannig að þetta, sko, við erum okkar sjónamið hafa ekkert breyst, auðvitað er þannig að þú vilt halda og það er markmið að við viljum, ég meina eins og einn ágætur listamaður sem fór með mér í leiti, Ragnar Kjartansson benti mér á sem að ég hef ekki alveg sett í að samengi, allt sem snýr okkar menningu er tengd við landbúnaðin, segjum bara landbúnaði færi þar sem sé hefðbundni, við verðum miklu fátækar og eftir, en þú verður samt sem að og eru við að keppa við ríkisstyrta landbúnað, já, eru franskir ostar ríkisstyrtir, já, gegnum Evrópusambandið. En eru við ekki ríkisstyrta til landbúnaðarana? Nei, ég hugsa, Japan sér miklu herri. Japan er með slíka, þegar ég gerði lokaríkjur mína í stjórnmálafræðinu alþjóða viðskiptastofnunina, mér minnir að sko tollar á hrísgrón í Japan sé 800%. Okay. Og þeirra sjónamið var bara þetta, þetta getur keypt miklu ódýrara frá Ástralíu, en ef við erum ekki lengur með hrísgrón á Japan, hrísgrónarækt, þá er það ekki lengur Japan. Og agriculture þýr sko bara, það er agriculture, þú veist þarna, það eru og þannig að það er svona ýmis hornalíta en við getum gert miklu betur en ég held að það sé nú ekki alveg rétt að það sé engin ungir bændur á vettvangi en við þurfum líka að hugsa til þess þegar út með kynslóðaskipti og það tengist málum eins og þetta innan sköttun sem við lækka eins og erðafjárskatturinn að það er orðið mjög dýrt að taka við búi þannig að og þú verður að hugsa til þess líka ég meina vilja ungt fólk takja við búi klart. Nú ertu bara með mjög háan erðafjárskatt ofan á allt annað það er sér vandamál sko. Og en það er svolítið magnað að Íslendingun er allur þannig á endanum að við viljum nú hafa landbúnaðurinn en þú vilt hafa þannig að fólk fá að njóta sín og við séum með framþróun, við séum með nýsköpun en samt höldum í það góða því að þetta er góð vara það er hérna þú veist hvað þú ert að kaupa og það eru þetta gæði að þú ætlar að kaupa kjöt á Íslandi og þá getur bara farið og skoða hvernig það verður til og ég var einhvern veginn í húsaskiptum með hjónin og með fjölskyldinni í Belgíu á stað sem heitir Dendermonde og við munum örgulega gera margt aftur, við fyrum aldrei aftur þangað en það er bara gott að vera búin að prófa það þar varstu bara með svona bæ þú veist eins og, ég veit ekki hvað skal segja Selfoss eða Hvolsvöll eða hvað sko og þar voru bara á umferðar sko, við umferðargöturnar voru bara semst þarna kindur í görðunum sko og þú berð það sama við það sem fara hérna á fjall sko þú veist, þetta er ekki sama sko Nei, þetta er ekki hægt Má ég bæta við einn punkt í varandi landbúnaðinn og svona til þess að því að bændur hérna sko telja mikla ógnstafa af innflutningi á kjöti en þá vil ég bara benda á sko ég veit, þeir eru tekkt að hlusta á podcast en það er ólíklegt maður veit aldrei ekki eitthvað svona Reykjavíkur við tölum þannig við Gulli hérna fjálklega þetta sé bara svona Reykjavíkur hlustutur en sko helsta samkeppnin er hún ekki í einhverjum kjúklingum sko, einhverjum iðnaður og það er auðvitað eitthvað svona til umhugsunar fyrir íslenskan landbúnar og bændur af hverju það af hverju borða menn svona mikinn kjúkling hérna ég meina þetta er bara þetta er auðvitað ekkert góð fæða sko dag eftir dag þannig að samkeppnin með bændur auðvitað kemur hérna líka innanfrá og ekki frá landbúnaði þannig að Bánakjúkling það er mikil framleiðsla kjúklingi í Reykjavík norður Já Það talar að
Nei, ég segi bændu, ég bara segi, þetta skilur við bænda, ef þeir vilja sækja, þú veist, á marka, þá verður þeir auðvitað að gera, þeir verða að framlega þá vöru sem fólk vill, og fólk vill kjúklingin, sko, veist, út af ykkur, ég veit ekki af hverju það er. Já, klárt. Herra, við erum komin í síðust spurninguna fyrir kosningapróf og svo riddara sem verða bara hraðaspurningar í dag. Þau eru búin að standa sér svo hetjur, þessar elskur. Sko, ég er að taka mér þessar nokkra riddara í umhverfismálum, því við erum með yours truly, umhverfisráðherra í setti og þetta brennur á fólki og ég ætla að hrósa Gulla því að ég ætla bara að segja áður en að Gulli mætti þetta ráðuneyti en ég tala fyrir mig persónulega með gat ekki verið meira samvinna málaflokk en eftir að Gulli mætti að vissi þetta er eitthvað dæmi og hann er búin að selja mér þetta fyrsta spurning, hvenær sérðu fyrir þér að banna nýskráningar á bensín- og dísilbíla? Helst aldrei. Nei. Það snýst ekki bann. Það er bara ástæðan fyrir að þú átt rafbíl er bara það að hann virkar sko. Ef það virkaði ekki þá myndur ekki kaupa hann sko. Nei, það er rétt. Þannig að þú ætlar ekki að banna þetta? Nei, alls ekki ef ég mögulega kemst hjá því sko. Já, ok, það er bara flott. Af því að þarna og það er ekkert land sem er í betri færum til að fara í rafbílavæðinguna og það er enginn sem er sjá eftir því. Ég meina, konan er á hybrid sko, þannig að þegar við fyrir austur þá það er stundum að setja bensín og maður stendur hérna og bara peningarnir flæða og öllum veðurum eitthvað hérna. Þú setur þessar rafbíla, ég á halva rafbíl með yngri dóttur minni sem að heitir Ken eftir eiginmanni að kærasta Barbie vegna þess að hann er algjörlega karakterslaus og gamall rafbíl sem að með stuttadregni en það að bara stinga hann eins og símanu í samband á kvöldin og bara fullur á mótna það er að segja að rafmagni að það er bara þetta er ótrúlega einfalt, við erum að komast á þann stað að við erum með hleðslustöðar á innan við 100 km radíus hvar sem þú ert á landinu það gerist bara næsta ári við erum svo lánsum að þegar því að sko menn skildi ekki við vorum eina land í heiminu sem skildi ekki samhengi á milli loftslagsmála og grænn orku en þess vegna setti ég þessa græn orku vinnu á stað, græn bókina og það stendur í þeirri skýrslu sem er ekki gömul stóri bílar, það er stóri vörubílar verða aldrei keyrðir á öðru heldur en af eldsneyti, aldrei á rafmagni síðan eru bara tugir komnir til Íslands sem að bara virka alla jafna vel og þessi þróun er bara ótrúlega hröð og alveg eins og við fórum í hitaveituvæðinguna og við sjálfstæðismenn í kosningunum 36 eða 38 vorum með slagorðið kjósum hitaveituna í hinni flokkarnir vildu halda sig við kol og gas við unnum það sem betur fer og þess vegna erum við þessari sterku stöðu og þessi þekking er náttúrulega mjög vinsæl og eftir sóknarverð út allan heim vegna þess að það er hægt að vera með hitaveitu á miklu fleiri stöðum heldur en maður átt að sjá bæði til að hita upp hús og reynda til að kæla þau líka þannig að hér eru bara spennandi hlutir á ferðinni en boð og bönn er ekki verkefnið. Nei Ertu opinn fyrir að gefa út leyfi til olíuleitar eða Guðjón svo hjá okkur daginn og margótt komið niður þetta og tala að ef við ætlum að rafvæða þá þurfum við sannarlega miklu meiri olíuvinnslu. Já, þú veist, sko, mín vegna, skoðum aðeins hvað, það eru 3 leyfi verið veitt og tapa gríðarlegum fjármunum á þessu, en þú veist, ef menn vilja eyða peningum við ekkert mála. Hverjir hafa verið á bakvið þessi leyfi? Íslendinga hafa verið, sko, í þessum félögum 7-14%. Þetta hafa verið alltaf norska ríkisolíufyrirtækið og svo Kínverjar og einhverjir. Ég meina, þú veist, ef menn vilja fara í það, þá bara gera það, sko. Já. Það er þarna, en hins vegar er ég að leggja áherslu á íslenska græna orku sko. Og sem betur að snúa þessu, þetta var algjör kista, þetta er næststærsta ár í sögu Landsvirkjunar núna bara Kárahnjúkastærri Suðurnesja lína 2 hún verður tilbúin á næsta ári það verður að fara í stærsta flutningsmannvirkja verkefni ever 88 miljardar þar sem menn að fara í Blöndulínu 2, Holtavörlínu 1 og 3 og ásamt ýmsu öðru og með þessi orkuveita Reykjavíkur það verið gjörbylting þar eftir nýr fórust að koma inn en undir miðurhluta samfylkingarna Viðreisn og Pírata að þá sögðu þau að það var ekki réttlægilegt að virkja meira því kom inn sko. Nei, einmitt. En þetta er allt breytt og þeir voru að bjóða út núna, þeir eru komið með 215 miljardar framkvæmd áætlun afla nýrar orku og voru að bjóða út 35 borholu bara daginn og ég er ekki að tæma, við
fórum í fyrsta jarðhitaleitar átak á þessari öld og finna heitt vatn út allt land meðal annars á Ísafirði sem alveg gríðarleg breyting og við skulum átta okkur það að vera ekki að nota græna orku kostar mikla peninga. Við erum nota 5 milljarðar hverju einasta ári í að greiða niður húshitunarkostnað og varandi sömuleiðis jöfnun á rafmagni vegna þess að við erum ekki að nýta þessa kosti sem til staðar. Áttum okkur því að 1950 voru 530 smá vatnsaflsvirkjanir á Íslandi. Það tala að það sé 2500 virkjanakosti núna. Þetta eitt af því sem við erum að setja af stað núna, ekki það að það þurfa að styrkja heldur bara setja þetta á stað vegna þess að og fólk geti selt inn á kerfið. Það ekki að vera smá vatnsvirkjun, þú getur verið með bara birtorku og annað slíkt. Þannig að tekjur fyrir fólk. Þannig að það er ótrúlega margt að gerast í þessu, þetta mjög spennandi, okkur tókst að snúa þessu við en það má ekkert gefa eftir ef maður ætla ekki lendi í vandræðum. Sigga, verður við ekki bara að hrósa Gulla, bara stansa algjörlega frábærlega og allir toppmálum? Já, nema hann er ennþá til að frá honum að panna þessa rafbíl, en ég feina heyra hann ætlar ekki að banna nýskráningar á bensínbílum, það er ennþá inn í samlagsgáttinni, af því að ég eins og margir, ég veit ekki hvort að Gulli myndi nenn að hlaða bílinn sinni ef hann þurfti að labba 300 metra í hlæsustöð alltaf heima hjá sér. Hann myndi alveg nenn að þýra þetta. Heldur þið? Já, með hundin. Og pókana. En ég til dæmis býði það, ég er ekki eins og með bílastæði eins og fólk í Vestlutaborgarna, ekki eins og með bílastæði fyrir bílana. Nei. Eina sem ég hef er gjaldskylda. Stöðmælir fyrir framan húsið sem að rukkar í staðinn. Þannig að þetta er auðvitað ekki kannski raunhæfur kostu fyrir alla. En ég held að við séum minnst ég reyndar ekki haldið nógu mikið á lofti af Sjálfstæðisflokknum að Ísland er heimsmeistari þegar kemur að þessum orkumálum með alla okkar 90% af orkunotkun, 85-90% af orkunotkun endurnýjanlega. Þannig að mér finnst allt tal að þurfa að fara í einhverja aðgerð til þess að auka þetta alveg galið. Það er að segja ef það kosti eitthvað. Það getur ekki borgað sig eða svara kostnaði að eyða einhverjum peningum í það ætla að auka þetta hlutfall nokkur prósent. Og það má ekki vera þannig. Það má ekki vera þannig að við séum skattlögð eða það séu settir eitthvað kvaðir á heimilin eða fyrirtækin til þess að ná einhverjum markmiðum í þessum efnum. Af því við erum fyrir löngu bara búin að ná þessum markmiðum og þurfum ekki að skammast okkur neitt í þessum málum. Að halda bara hausnum hátt, að vera knarreist í þessu og tala þessu máli á erlendu vettvangi því við hefum vart að kenna öðrum þjóðum. Þannig að ég bara hvet Gulla til þess að vera og Sjálfstæðisflokkurinn til að afslappa inn í þessum málum. Nei, þú ert að snúa öllu hlutum á haus það er þarna vistalega ekkert í samráðsgáttunum að banna þetta, það er hins vegar í aðgerðaáætlun eins og hún er núna og núna er nýja aðgerðaáætlun, hún er í samráði. Það sem að út að vísa til er það sem er innanlands og það er náttúrulega bara dauðafæri fyrir okkur að klára orkuskiptin þegar kemur að því sem við notum innanlands. Síðan erum við í samstarfi sem sagt þarna að fyrirtækin, stóriðjan, millilandaflugið og millilandasiglingarnar er eins og kallu ETS-kerfi og þar eru menn að fara í þá vekkferð að fara yfir í rafelsneti. Við hefum vísu haft mjög mikla tekjur af því. Við hefum haft einhverja selt semst þarna loftslagsheimildir fyrir einhverja 16 milljarða. Nú þegar eru íslensku orkufyrirtækin búin að fá 20 milljarða í svo kallu upprunaábyrgðum sem ég reyndi alltaf að stúta því mér varst það svo vitlaust en þegar maður sá hvaða tölur voru þarna og þeir eru að fara núna upp í 17 milljarða ári sem er bara niðurgreiðsla á grænni orku að þá er það eitthvað sem að það að við verðum orku sjálfstæð þjóð verður náttúrulega er alveg mjög góð framtíðarsýn og það er nú þannig að það eru mikil viðskiptatækifæri því og reyndar eru að fara að kynna skýrslu núna bara reyndar á morgun þessa kolefnismarkaði þannig að það þýðir það bara að þeir sem eru til dæmis að framræs endurheimta votleita og slíkt geta haft beina tekjur af því þannig að það er mjög mikilvægt að við fylgjumst með því og séum alltaf að styðja íslenskt efnahagslíf og fólk á Íslandi til að afla sér tekna. Já, klart. Það var komið að kosningaprófi Chess Dark. Þið hafið 3 valmöguleika og nú reynir á hlustendur
því að þessi þáttur byrtist leið í mynd á Spotify og einnig á YouTube en nú ætlum við að fá Ég myndi nú allt taka henni mynd, þetta glæsilegt fólk Sigri og Guðlu, þið hafið 3 valkosti þið geta annarkvort reikið þumalinn upp í loft það þýðir að þið eru fylgjandi niður, þið eru það móti eða til hliðar en það þýðir að þetta svar krefst frekari útskýringa og við tökum þetta í næsta þætti sem að verður líkari drottningaviðtali en umræðu Þú ert að spyrja afstöðu okkar Ykkar, já, persónulega. Þeir eru nú fyrir einhverja flokka, ekki? Já, ég menn það skiptir máli Ég er að spyrja Það skiptir máli Það er að finna hverju Sigríður sammála miðflokknum sko. Þetta með að hafa Sigríður liðina þannig Já, Lækkun skatta, minkar ríkisútgjöld Það er þá alveg nýtt að þeir séu til í það Jú, nei Er þið komin í stellingar? Þetta voru 10 á handhófi Já, þetta voru bara algjörlega Gestir á morgun fá allt aðra Já Númer 1, öðrum en ríkinu ætti að vera heimilt að reka áfengisverslun á Íslandi eigum við að halda áfram með þjóðkirkjuna Hvað áttu með að halda áfram með henni? Hún náttúrulega verður að vera áfram þjóðkirkjan eigum við að halda áfram að styðja við hana Já Hún náttúrulega, það er ekki þetta er ekki alveg rétt ok, er þetta lélega prófið okkur Nei, en ég er hins vegar bara þjóðkirkjan gerir miklu meira gott heldur en slæmt En ég vil bara segja samt að það er heilmikill aðskilnaður nú þegar og var með þess að í minni tíð og hefur verið að þróast aðskilnaður ríkis og kirkju það hefur verið að aukast og ég held að þessi tilmynd þess að aukaða meira en ég styð samt að styðja þjóðkirkjuna eða það að segja kirkjuna, ég veit það ekki Já. Ég sjálf utan Þessi spurning á Göllu kostum til hliðar en svona nokkuð einhverjum nær Ég er í þjóðkirkjunni svo Ekki Styðja kristni Eigum við að taka upp annan gjaldmiðil Afnema bara frelsi í þessu Þeir sem vilja taka upp annan gjaldmiðil, þeir bara gera það Já, meina Fyrirtæki eru að gera upp í öðrum gjaldmiðlum eða þeir vilja Þau gera það núna sko Já, rétt Afnema tekjutengingu á örorku og ellilífeyri Ekki alveg Þú getur það Ekki alveg en miðflokkun er með heim hugmyndir og leggur áherslu á að gera það einhverju leyti það er nú þegar búið að gera það einhverju leyti en það mætti gera kannski eitthvað aðeins meira en það er ekkert að gera það full 100% Við leggjum áherslu að hafa hvatningu þannig að það er í tali er að tala um að afnema eða létta af skerðingum Einmitt en þú getur ekki afnumið allt saman Nei, ok Á ríkið að niðurgreiða sálfræðiþjónustu Þessi góð, gæna Niðurgreiða Já, svona einhverju leyti, menn það er ekki heilbrigðisþjónusta Jú, þú verður að hafa það inni Það er líka léttir á kostnaði Já Afglæpavæða neysluskammta fíkniefna Þeir eru það Það er engin stungi fangelsi fyrir Nei, þannig er það sko Ég var löglega fíkniefni Mér er hægt að banna alfæri fíkniefni Já Sko, ég hef nú verið svona beggja blans Er það þannig? Já, þú veist, ég bara segi þessi neist praxís er það þannig Hver skrifaði þetta prófið? Nei, þetta er náttúrulega mjög eðlileg spurning því að umræðan er algjörlega sko, svo brögu sko. En þeir eru samanlega það að í praxís sé að þannig að neysluskammta séu ekki Ég bara segja það er engin dæmdur í fangelsi það er oft talað um það þannig að fólk sé sjúkt að fara í fangelsi sem er með eitthvað neysluskammta það er ekki þannig, það fer engin í fangelsi það er engin dæmdur í fangelsi nema fyrir ítrykkuð eða stórkostleg fíkniefnabrót en ég vil ekki ég ætla samt ekki að senda ég vil ekki senda þau skilaboð að það sé að þetta fara núna út með eitthvað neysluskammta þú veist það er ólögt en spurningin alltaf aðalega er það ekki bara hvort þið viljið af hægt að banna fíkniefni það er raunnið það sko og ég hef nú verið það sem ung frjálshyggjumanniska og er sjálfur sér þeirra skoðunar að stríðið gegn fíkniefnum sé í rauninni tapa, það hafi ekki verið það sé aðra leiðir sem eru heppilegri til þess að ráða þessa rót vandans í þessu mjög margir eru náttúrulega ósammála þessu en reyndar fleiri eru sammála því og við erum bara að horfa það sko, í Bandaríkjunum sko, sem mann hefði ekki trúið að það væri eitthvað leiðandi í þessu eru að fara þessa leið og ég hef sjálfur sér ekki kynnt mér sko, hvernig hefur gengið í þessum ríkjum sem að hafa hægt að banna tiltekin fíkniefni eða hugbreytandi efni er þetta ekki kallað það í dag
Hitt hann að mála vandin í dag þetta hvað eru fíkniefni sko. Ég meina við erum komin bara með þessi lyfjamarkað allan sem einhvern veginn búin að taka, það enginn að tala einhver fíkniefni, hvað það cannabis eða hass eða eitthvað, það þetta líka en vandin í þessu öllu saman eru lyfjamarkaður og lyfin Ger langa sögstutt að þetta flóknara mál og ég held að hins vegar að ef við myndum bara leyfa allt að þá myndum búa til gríðarlega mikil vandamál og mér sýnist að alla það þjóðir sem að stígi svona skref menn benda á Portugal sem eitthvað sem gengi best af því að mjög mikið eins og ríkjum sem fóru upp það að leyfa þetta að fara tilbaka þú þarft að gera mjög mikið meira en ég ekki sérfræðingur á því sviði þannig að maður setur svo sannarlega ekki þumalinn upp við það má bæta líka þú veist að það ég held að sé útilokað og óráð að Ísland væri eitt að taka svona ákvörðun það auðvitað líka bara ávísun á annars konar vandamál klart ég held bara hrósa þetta var bara flott ræðspurning hún byrjaði illa en svo var hún ágæð fengum bara góð svör við henni en ég ætla að reyna að tróða þess að TikTok þannig að það eru 2 núna og við ætlum bara að fá þumlana leyfa aukinn engarekstur í heilbrigðiskerfinu þessi var afgerandi setja lögum leiguþak glæsilegt Svandís núna öskrandi á tíma sinn sko herriði, Birkir, sko þetta skrifast bara reynsluleysi þáttastjórnanda sem að ég þetta líka bara 207 þættir sem við erum búin með ég var búin að lofa að halda þessum þætti undir 2 ég hef svikið það lofa það náttúrulega, maður gæti talað þetta í 17 tíma sko. Þannig að ég velja góðar bara þannig að reyndu ef þú getur ég veit, en það svo leiðilegt að því að riddararnir eru kannski ekki lengi að semja spurningar og þá bara, sorry ég byrði á alla afsökunum hér með að þakka kærlega fyrir spurningar þið með skamma leif bara stutt svör þá til Gulla hvernig á ég að kjósa sjálfstæðisflokki sem talar frelsi og ábyrgð en samt tókuði allt frelsið á okkur í COVID og gáðu umboðslausum bjúrókrötum ábyrgð á landinu nafnlaus riddari hann var reiður hann sagði þetta Já, ég meina, þetta eitthvað sem að við þurfum bara að læra af það var samt ekki þannig fyrirkomlega að við hefum geta sko breytt þessu og umræðan var tekin mjög mikið við ríkisstjórnarborðið en það var ekki þannig að það veri atkvæðagreiðsla innan ríkisstjórnar jafnvel þó að það verið þá hvort aldrei unnið hana en það sem við leggjum áherslu á núna að það veri gerð alvöru óháð úttekt af óháðum aðila sem getur þá verið grunnur að ákvarðantöku í framtíðinni þess að við áttum auðvitað alls ekki vonandi geti gerst ef einhverju sagt þetta mun gerast þá er sagt nei, glemt þessu og það auðvelt að vera í baksýnisspeglinum núna Nei, það sem ég að segja sko bursið frá þessu, ég skil alveg spurninguna og ég bara sagt að einu rattirnar sem voru á þessum stað voru frá okkur á þeim tíma en ég held hins vegar bara svona við sem þjóð að þá sé gríðarlega mikil það búið að gera ágætt úttekt en hún var rauninni ríkið að sko sjálft sig að það þarf að óháðan aðila til að fara yfir þetta og leggja það til grundvallar því regluverki sem til staðar þegar að þetta kemur fyrir aftur því þetta kemur fyrir aftur við vitum bara ekki hvenar og það náttúrulega það sem að spænska vækin var fyrir 100 árum og bara svona smá fróðleiksmúli Vitið á hverju skrifstofu eru eins og þessar eru? Nei. Spænska víkin. Já, ok. Þetta voru allt opin rými. Já. Þannig að það var bara, kemur málun ekkert við en ég bara Má ég skjóta inn í þetta? Gjörðu svo. Bara varðandi rannsóknina. Sko, það er ekki góð spurning. Mjög góð spurning. og ég sjálf sem bara heiðilegt svar hjá Gulla bara, við bara erum að læra af þessu og þetta var allt saman ömulegt. Ég held bara hins vegar að það sem vitið allir þú veist, það liggur fyrir að þetta voru mistök aðgerðina voru mistök og ég ekki hlynnt því að menn fara að eyða einhverjum 100 milljóna, milljarði ég ger einhverja rannsóknarskýrslu eins og menn voru að gera eftir hrunið endalausar rannsóknarskýrslur þar sem menn fengu bara borgað besti vinur aðal eða einhverjir sem óháðir eða whatever eyða tíma í þetta það eru allir sammála það að þetta voru mistök við höfum bara dæmi fyrir framan og við höfum Svíþjóð, við höfum bara hvernig efnahagslífið varð eftir þetta og við höfum bara hvernig heilsunni hefur hrakað hjá ungmennum og hvað allir voru frústriðar og allt það, við höfum þetta alveg þannig að við höfum að halda þessu til haga og við gerðum sóttvarnalaga, það frumvarp núna sem hefur þá verið samþykkt held ég
og það verður náttúrulega endurskoða þá verða þessi máli umræðunni og það verður tekist á leiðir þar en ég held að við ættum ekki að vera að eyða peningum í að rannsaka þetta þótt að sko ég kemi alveg ágætlega út úr því sko ég hef nú sjálf skrifað ritgerðir þessi mál eftir á sko út frá lögfræðilegum sjónarhóli þannig að já, ég vil bara segja þetta hendum ekki góðri krónu eftir vondri ég kannast ekki við að hafa lagt til milljarð eða nei, ég menn veist hvernig þetta með skýrslurnar þú veist það já, þú veist líka nákvæmlega í máli eins og þessu að þegar þú ert að búa til nýtt fyrirkomulag auðvitað þarft að leggja eitthvað í undirbúningi það segir sér sjálft en ég held að við séum ekki að karpa eitthvað sem að við séum sammálum en auðvitað þarf að vanda til verka þegar við búum til regluverk sem að tekur á næsta svona faraldri Klárt, næsta þetta Gulla líka dreymið þig að mynda ríkisstjórn með Miðflokknum spyr Ján Martin Þetta útlendingur sem spyr Nei, þetta Íslandingur Já, nei Þið dreymir eitthvað annað? Jú, smá Nei, sko, þú veist, þetta snýst nú ekki að dreyma eitt ég eldur en 2 vetur í þessu og það sem ég náttúrulega dreymir að við séum með styrk til að búa til 2 flokkar ríkisstjórn Já en ólíklegt þú þessu og þú veist, ég meina það heyr allir Sigga ekki þegar hún fer stundum í miðflokksskýri núna, ég hef aldrei hlusta á hana áður svona en hún bara hún eins og hún var þá hefur við ekkert erfitt með að ná saman um flesta hluti en kirkjan hennar nú stærri heldur en hún Já, klárt Til Siggu, hvernig eiga konur að treysta Miðflokknum eftir Klaustursmálið þar sem frambjóðandi Miðflokksins töluðu afar illa konur, spyr Pálín Axelsdóttir tölur eitthvað voru ekki að tala einhverja tiltekna konur ég menna eitthvað fyllir í saus ég þeirra gæfu annað ég hef aldrei lesið þessa texta eða hlustað á þetta, ég hef bara séð fyrirsagnir og eitthvað fréttir og svona, ég hef aldrei sett mig inn í þetta en ég er kona og er að leiða lista, er ekki Norður og önnur kona leiði lista í norðvestur þannig að það eru með 2 konur komnar í fórustu Ásamt Klaustursmálið Já, og ég veit ekki, þeir eru allir búinir finnst mér að hafa gert svona hreint fyrir sínum dyrum, beðist afsökunar og hafa lært af þessu og ég treysti þeim alveg fullkomlega, ég meina ég ég hræðist á ekki ég meina hvað vill þessi kjósandi, þeir treysta þeim ég meina þeir Ég held að þessi sé nú ekki vera að kjósa ykkur hvort sem með svona heilist Jú, ég ætla ekki að gefa hann upp bátinn þannig ég segi bara við hana út að treysta fólki sem að treysta flokki sem ekki slaufunarflokkur treysta fórustu í flokknum við erum teymi og við bara það skiptir líka máli í stjórnmálum að þeir sem að bjóði fram og nái fram nái kjörin og þingi að þeir sko nái saman og það sé komið fram sem svona samstæður hópur svona auðvitað með einhverjum frávikum en þannig að mér finnst það eins og við nefndum við byrjuðum á þáttinu að ræða þetta málaðin samfélkingunni mér finnst þetta með ekki gott mér finnst það ekki svona góð ára sem að flokkurinn gefur frá sér núna þegar að fórustu maðurinn í flokknum þú veist, tekur þátt í þessari slaufunarmenningu og einhvern veginn stendur ekki með sínu fólki og þú veist, það er smá svona varnagla sem menn þurfa að slá vilji menn vinna með flokknum í framtíðinni Já, klárt. Þessara Gulla þarf ekki að huga því hvar á að byggja vindmyllur eins og til dæmis ekki í byggð, spyr Sölvi Haraldsson Jú, það er sko það er alveg ótrúlega margir vondir staði fyrir vindmyllu sko. Og mann meta þannig að ég sé ykkur sérstaklega áhugamaður um vindmyllu, ég er bara áhugamaður græn orku, hins vegar er svona áhugavert að menni vilja banna allt milli himins og jarðar og ég vísi verið ekki ég hef alltaf verið þeirra þú veist og það er sko reynsla annara þjóða þeir setja hlutin vindmyllu þar sem er mjög mikið sko ég nefnt sko Grundartanga þú veist verður hann eitthvað fallegri eða ljótari og setja vindmyllu þar sko en Mér finnst það ekki það ljótar. Nei, alls ekki. Þegar ég finnst mér þetta bara flott. Já, ég heiti fólk sem að bara segir bara, hvað er að ykkur? Þetta er rosalega fallegt og hérna... Það er ósksamur ykkur hallastrálar. Ég ætla ekki að segja þetta er fallegt, en þetta er ekki eitthvað ljótt. Og háfaðinn frá þessu í byggð til dæmis, nálægt byggð, það er rosalega háfaðinn. Það er náttúrulega ekki þannig að þú setir þetta í garðana hjá fólki, sko, en þú ert náttúrulega með, allra handa, sko, þú ert með, bara eins og í búrferðslundur. Ég bara spái því að það mun ekki trufla neitt.
Aldrei hirtu það stað. Nei, nákvæmlega, en ég fara hann oft, skilur við, og þetta er ekki staður sem hugsa bara, vá, hérna væri geggjað að taka piknik, sko, þetta er ekki þannig, og þú ert bara með mjög raskarsvæði, þú ert með virkjanir, sama eins og við Blöndulund, ég held að það trufli ekki nokkuð skapaðan hlut, sko, en það býr til mikla græn orku. Já, klárt, þeir eru með gulla á hausnum minna, Helgi Steinn þessa, þeir eru harðir rittarnir maður, já, ok. Af hverju er Sjálfstæðisflokkurinn að láta okkur borga milljarða út úr landinu í einhverja skam loftslagssjóði? Ég held að þetta sé nokkuð miskilningu, við erum alveg að taka milljarða utan úr heimi. Já. Við erum að taka, eins og ég nefndi áðan, að við erum nú þegar, og það er svolítið nokkri mánuðir síðan við erum að taka 20 milljarða í upprunaábyrgð, það er að segja íslensku orkufyrirtæki sem bara niðurgreiðslu íslensku orku. Gegn ETS-kerfi eru búin að selja loftslagsheimildir fyrir 16 milljarða sem að eru notaði hér. Það er gert ráð fyrir upprunaábyrgðum munu skila 17 milljörðum á hverju einasta ári til íslensku orkufyrirtækja sem bara eins og með þessi að borga okkur fyrir að búa til græn orku, það er nákvæmlega þannig. Já. Þannig að Þannig að villigötu þessi? Já, þetta umræðan er náttúrulega alveg ótrúlega skrítin og enginn að líta á þessar tölur eins og eru, sko. Er eitthvað kostnaði við orkuskipting? Já, það er það alveg eins og var, samt ekkert í samanburði eins og var. Nei. Því að það var, sko, hitaveituvæðingin okkar var gríðarlega dýri, við vorum sára fátæk og einhver snillingur ákvað að við skildum taka lánin í japönsku jenum og menn voru áratuga borgað niður, sko, en núna myndi enginn vilja skipta, vill engu fá oljutankan aftur heim. Þú veist, ég man eftir því þegar oljutankum var tekin Böðskut öll í Borgarnesi og heimili okkar, þetta gamla heimili mitt, það er svona stórt herbyggi með kyndiklefa og þannig var það í öllum húsum. Við spörum það og spörum náttúrulega gríðarlega mikið, það er ekki bara umhverfislega, heldur bara þegar orkan fór hérna upp öllu í Evrópu og út allan heim út Úkraínustríðinu, þá fundum við ekki fyrir því. Það var bara varðandi bílana. Já, það er bara örfár eftir þessi til Siggu, þessi góð, það eru alla góðar, takk reyndara fyrir þessar spurningar, við elskum ykkur. Til Siggu, ætlar að hreinsa til í dómskernu og verður það þitt fyrsta verk að reka ríkissaksóknara sem er of woke, spyr Jóhann. Sko, mitt verkefni núna er bara að komast inn á þing. Já. Og það er ekkert gefið mál. Þannig ég þarf að fá stuðning kjósenda í Reykjavík norður til þess að komast inn á þing. Þegar að þangað er komið, þá þarf að mynda ríkisstjórn og ég svo sannarlega vona að Miðflokkurinn verði í stöðu til þess að taka þátt í því og ég ætla ekki að úttála mig hvernig þeir enda get ég ekki eins og spáð fyrir það, sko. Nei. Þannig bara verkefni er núna en það þarf að taka víða til en það er ekki hægt að fara fram svona á því plani að reka mann og annan, sko, hýst og her í kerfinu, sko. Og það er alltaf ekki að gefa út hér Nei, ég ætla ekki Önnutu Siggu, ertu það veikur Real Madrid stuðningsmaður að því að finnst að Vinicius Junior hafi átt að vinna Ballon d'Or, spyr Anton Logi atvinnumaður í knattspyrnu? Já, sko en þeir voru þarna einhver er í næstu sætum og svona, það var, sko, en mér fannst svo sem ekki smart að maður mæti ekki og svona, en já, mér finnst einhvern veginn, já, ég gæti alveg tekið undir það. Já, þessi til Gulla, viltu, og þessi frá Þorvaldi í Devin Jones, viltu framlengja heimild til nýtingu séreignarinnar á lán? Já. Og ég vil bara festa það í, þetta er besta aðgerð sem færi með, þetta eru þýðir 200-300 milljarðar sem að fari í að lækka skuldir heimilina og þetta ánú sína rót og ég barist fyrir þessu mjög lengi og í SÚS í gamla dag, ég og Magnús Andri Skúlason voru þá að berjast fyrir því að það veri akkurat farin sér leið að hjálpa fólki eignast í stað fyrir að hjálpa fólki við að skulda. Þannig að ég bara já, ég er alla leið þarna og við Sjálfstæðismenn. Já, þá komum við að loka spurningunni. Sammála því, Sigga? Já, ég sammála því. Já, sko, ein boltaspurning og þið líka Gulli svona í blálökin áður komum við að loka spurningunni. Í hvaða sæti mun Liverpool enda í deildinni og saknaru Jürgen Klopp? Auðvitað fílaði Jürgen Klopp alveg í ræmur og við erum óendanlega þakkláttir fyrir hann, en maður bara, þessi slott er algjör snillingur, sko. Varstu hrifin á hann fyrst, þegar hann mætti? Ég fylgdist stótið með ég varst hann gaman hvað hann var svalur. Já. Hann var, sko, lefði Klopp alveg eiga sviðið, var ekkert að þvælast fyrir honum, sko, og hann sagði bara, sagði strax bara alla réttur hlutina. Já.
af því það ekkert auðvelt að koma eftir Jürgen Klopp og ég var að ná einu félag mínu var að gefa númer í honum sem hollendingur og fænur dataðandi til að fá að vita hann en auðvitað Sér, þú ert alveg veikur púlari Já, ég er mjög veikur Hringja til ykkur hollenska viðni Já, það þannig sko og en svo bara þú veist, auðvitað vona ég bara að vinnum þetta þar sem að maður sér að City að hyggsta því að þetta snýst allt að vinna City af mörgum ástæðum en þannig að ég er svona maður á alltaf að vona og ég er bara að vonast þess að við klárum þetta En í spænska gulli, með hvernig heldur í spænska? Já Sko ég var alltaf og ég er svo sem Barcelona en Ég er ekki sammála neitt Nei, en það var sérst sem En það er búið breytt? Nei, ég er ekki beinist breytt, þú veist mér er svo leiðilega deildir sem eru bara tvölið Já og þannig að maður svolítið bara eitthvað annað lið inni sem maður náttúrulega bara var ekki allt í góð síðast en mér finnst þetta ótrúlega lítið spennandi deild þú veist með tvölið sem Viltu þessi stærri miðja í deildunum? Spurning Sérðu hvað Siggar var mikið miðjumanniska hún bara hafa sagt miðja Ég skal hjálpa með það vegna þess að það eru þetta Íslendingar þegar Íslendingar eru farin að spila að þá er náttúrulega ótrúlega gaman að fylgjast með þessum liðum og Real svo þetta Já, við bara stiðum það Já, en ég meina, við fullri vinningu að þá er bara, þú veist, enska deildi bera af að því að það er ekkert alltaf eitthvað 1 eða 2 lið sem, hvað var bæminni, hvað unnur áður en Leverkusen var ekki 11 þú veist, í alvör 11 Boring sko þannig að en þú veist, við erum bara ensku deildin og svo bara íslenska bolta Ég sé að gefa þeim báðum 30 sek í lokaspurninguna Já Einu tíma steinpilli sem við setjum á það Gulli, við ætlum að leyfa þér að klára núna og síðan ferð þú loka árið Sigríður Það búið að vera virkilega gaman þakka ykkur báðum kærlega fyrir komuna Ég held við bara staða okkur ágætlega í þessu Það var fyrst sem við prófum þetta Leifum hlustundum að dæma það Gulli, af hverju ætti fólk að kjósa Sjálfstæðisflokkinn? Hann er eini flokkurinn sem stendur fyrir sjálfstæðisstefnuna og það er það sem fólk vill það bara koma alls konar eftirlíkingar alltaf nýjar en ef þú ert að hugsa frelsi ef þú ert að tala ábyrgð í ríkisfjármálum greiða niður skuldir, lækka skatta þá getur vel verið einhver aðri koma aftur og segja, heyrðu, núna við það bara verður aldrei þannig og menn eiga bara að kjósa ekta, ekki eftirlíkingar jafnvel þó að vinkona mín sé koni frambóð þá vitum við alveg hverjir með henni og þeir verða aldrei sjálfstæðismenn Varist eftirlíkingar Rétt Sigríður Akkur ætti fólk að kjósa miðflokkin? Eða sjálfstæðisflokkin Jafnvel fólk sem er ósámála okkur í miðflokknum ætti að kjósa miðflokkin vegna þess að við segjum það sem við meinum og meinum það sem við segjum og erum óhrædd við að segja það sem þarf að segja og það skiptir miklu máli í stjórnmálum að bara menn viti hvað það hefur stjórnmálamennina og tali hreint út og ég er þannig stjórnmálamæður og miðflokkurinn er þannig flokkur þannig að þið setjið X-ið við M-ið Sigríður Andersson og Guðlaugur Þór Þórðarson takk hérlega fyrir komuna og takk fyrir kvöldi Takk fyrir okkur Takk sömuleiðis